Já, velkomin á Frelsi TV í djúpköfun. Nú meistari Guðjón mættur með. Velkomin félagi. Takk sömuleiðis. Langt síðan að við höfum kafað. Hvað er langt síðan? 2 vikur? Já, eitthvað smá tími. Já, þú ert alltaf svo erfiður. Já, það. Það elska allir að hata mig, mennur. Nei, það? Það er svona ýmsar tilfinningar sem menn hafa gagnvart mér. Já, það bara fylgir því þegar maður er að breiða úr fjörunum. Já, ég var hjá Armageddonum í morgun. Þú ert bara orðin vikulega hérna. Já, ég er fann að ringja vikulega, blessaður. Hvað er það? Er það svona gott skemmtiatriði? Eða hvað er ekki að þeim? Já, þetta. Ég hef nú verið á topp 20 listanum alveg vikun eftir að ég tala við þá. Já. Reyndar sýnist mér þeir hafa eitthvað fiffaða til núna. Það sé samsæri. Já. En það er einhver hlustendahópur sem að vill hlusta á rausið í mér. Þannig að það er bara gott. Er ekki live-in vinsælust? Var ekki Jói að segja það? Jú, þeir sem svöruðu vilja live. Enginn vildi mig. Já. Ég er bara sár. Já, það ekki? Ég er svo viðkvæmar tilfinningar. Já, ég hef það reyndar líka. Þótt að maður sé með þykkan skráp. Já. En þú ert að gera mjög góða hluti, sko. Takk fyrir það. Svona, já, það er, ég horfa alltaf á vídeóin, sko. Ok. Þannig ég þarf að passa mig á hvað ég segi. Já, það er maður ekki alltaf að vita hvað maður er að segja nokkurn veginn. Jú. En sástu vídeó mitt í gær, enska eða? Nei. Nei, komið svolítið að nýjum hlutum í gær. Ok. Alveg Ég er ekki búin að vera að fylgjast vel með því sem þú ert að gera núna síðasta halva mánuði eða eitthvað svoleiðis. Ég er ekki búin að vera að fylgjast með neinum. Ég er bara búin að vera í eigin heimi, sko. Já, einmitt. Nei, ég var að segja, sko, að með prumpið í skókassanum. Svo það sem ég kom með nýtt var ég var að lesa doktor, ég var að lesa BA-ritgerð í gær. Og þegar ég var búin að lesa hana, þá fór ég að hugsa, það sem kemur fram í þessari BA-ritgerð er svona cirka það sem kemur fram í einu þætti á Frelsi TV, sko. Hvers konar ritgerð er það? Það voru ofbeldi. Já, ok. Og þannig að ég ætti að vera að koma með margfaldar BA-gráður, sko. En það sem ég var að segja var, sko, prumpið í skókassanum, ég er nú búin að minnast það oft áður en ég lýsti því mjög nákvæmlega í gær. Og hvernig Móse skókassin var og kjörkassin er einn skókassin og seðlabankakassin annar. Og nú er þetta Hope of Ark er sá fjórði, sko. Það er hann sem er væntanlega fjórða ríkið, það er þessi nýjasti skókassi, sko. Og allt er þetta blekking, sko, prumpið í skókassin, alltaf blekking sem gefur einum einstakling meira vald en öðrum. Svo þegar ég var að tala um þetta, þá fór að renna upp á mér ringurinn í Lord of the Rings, hvað er það, Ring of Mordor eða? Já, eitthvað svoleiðis. Og þegar ég byrjaði að tala um hann, sko, að þegar að þú er búin að prumpa í skókassan, þá býrðu til ringin, sko, og er með þetta rosalega vald. Og þá rann upp fyrir mér að öll þessi leynifélög, frímúrarar, Illuminati, hvað þau heita, er til þess að reyna að kontróla valdið í ringnum, sko, því að allir sem taka ringin bara sturlast, sko. Þannig að maður er alltaf að skoða þessi meitlarafélög, hvaða nafni sem þau nefnast á hinvegin, sko, utan séð og inn. Já. Þarna sá ég einhvern veginn sýn innan frá og út að þessi félög eru til þess að reyna að kontróla þetta vald, sko. Það er svo sterkt
Þetta eins og sko, ef þú ert á gamlum skóta þá var auðvelt að keyra en ef þú ert á nýjum 16 sílindra Camaro sko, þá bara erfitt að stjórna. Það stærsta vandamálið, bara halda sér á veginu sko. Þannig að þetta var alveg svona stundu þegar ég að tala þá bara tala ég inn í nýjar opinberðina sem ég var ekkert farin að sjá fyrir sko. Já, ég kannast við það með þér. Sumt sem ég hef gert í vídeóum frá því í vor bara allt í raun fatta ég eitthvað fyrir ég að tala um sko. Já, og svo bætist við pælingarnar frá þér sko. Sem líka mjög góður spegill sko. Og það hefur eiginlega, þessi útlensku myndbönd sem ég hef hort á, þau hafa ekki komið með jafnmarga punkt á myndböndi þín, sko. Já, ok. Pælinga þínar vikingana og herúlana og akkur svissu nöfnunum Ísland og Grænland og... Já, það eiginlega pælingarnar sem ég þykir vænstum, sko. Já, og svo pælingarnar eða svona kenningarnar okkar Elísum og það dæmi, sko. Og ég er líka óskala ánægður með sjálfan mig að hafa fundið 11. bóðurinn og prjónað út frá því með musteri sko. Já, byrjuðu útskýra það aðeins nánar það er rauninni mjög einfalt sko. Já, alveg, það var ekki að byggja musterið aftur eða? Já, sko, í rauninni var fyrsta musterið var það sem kallað í biblíunni viðurstyggð eyðileggingarinnar sem stendur á helgum stað. Já, einmitt. Og þetta blasir við leið að maður sér punktana, sko, en maður þarf að sjá, sko, þetta er svolítið skemmtilegt pæling vegna þess að boðurinn 10 eru svo vel þekkt og vel markaðsett. Svo lestu kaflan það sem boðurinn í biblíunni, í Exodus með mig, kapli 20 eða eitthvað slags. Og þú tekur ekki eftir 11. boðurinn af því að það er búið að segja þér að horfa á bara 10 boður. Já, líka þegar þú lest kaflan þá þetta ekkert svona eins og ritað á steintöflur sko, þetta er svolítið loðið bara á þannig að þessar sögur steintöflunar eru nú svolítið svona kartúnis en ég held reyndar að til þess að skilja biblíuna þarftu bara að taka hana huglægt sko, þú getur ekki hugsað hana í persónum og leikandum sko. Þú getur ekki tekið hana sem sko historical document eða þú veist. Nei. Og þá, ég man ekki hver það var sem var að tala þetta bara nýlega í einhverju fyrirlestri. Ég man ekki alveg í augnablikinu hver það var, sem benti á að alveg fram að endurreisnartímanum að þá hafi rauninni ekki hvarflað að nokkur lifandi manni sem var að stúdera biblíuna að taka hana sem bókstaflega lýsingu á atburðum og atvikum. Og staðháttur. Já. Það hafa allir átt að sjá því að hún væri metafísisk lýsing og að lýsing á persónum og leikundum og atburðum væri bara allegóriur. Já, ég reyndar, það er ástæðan fyrir, fólk að spurja mig akkur að tala við Harmageddurnar, sko, það eru svo vondið við þig. Að það er svo gott að brýnast í þeim, sko, að því að þeir tjá sig svo ákveðið, en eru algjörlega fastir í þessum nútíma trúarbrögðum sem trúa á vírusa og trúa á alls konar hluti sem að þeir hafa absolutt engar sannanir fyrir. Já. Og í raun með því að góðkenna vírusa og prumpið í kjörkassanum og þá eru þeir í raun á sama stað og fólki sem var í þessum kaþólsku kirkjum eða þessum trúarhreyfingum sem við horfum aftur og núna erum eitthvað að hlæja að. En ég var alltaf velta fyrir mér sko að þeir vita ekki að þeir eru í trúarhreyfingu sko. Nei, og ég tek alveg undir það. Ég segi til dæmis að það var í fyrra eða heiti fyrra sem að, og ég mani verið ekki hvernig það gerðist, hvort það var að því þú fórst að tala um það í einhverjum að vídeóm eða hvort það var að því við fórum að tala um það, að það var ekki fyrir þessu umræða að koma upp að vísindin eins og við erum presturinn í dag eru trúarbrögð. Já, algjörlega. Það hjálpaði mér með margt sem ég að segja í ensku vídeónum að fatta það sem ég kalla þetta í dag secular science, sem ekki að sama á science. Já, ég var einmitt í gær líka að kritisera sko Stefán Miljö. Hann Og með tími til. Já,
Hann ég reyndi einhvern að setja mig í samband við hann til þess að taka debate við hann, sko. En það gekk nú ekki. Kannski hann taki áskorunum ef ég að tjá mig beint af rásinni. En hann var sko að tjá sig svona voðalega mikið eins og aþíistar og þessi nútíma trúaristar. Hann aþíisti. Já, en hann er þræl trúaður í vírusvísinda trúni, sko. Að hann var að kritisera, sko, hann var að segja, já, þessir global warming vísindamenn eru bara falsa tölur og þetta er allt ómögulegt sem þeir eru að gera, sko. En þá fór ég að hugsa, sko, en þá ertu að segja að allt þetta vísindasamfélag, þessi vísindasöfnuður er allur handónýtur. Svo er hann að segja, sko, nei, þetta í vísindunum var gott og þetta, þannig að svona cherry pikka út. Það er doppelstandard, sko, því að það er ekki að tala við hann trúmál eins og sumtaði með mjög gott og byggir á raunveruleikanum, en annað er bara fabulur og fávitaskapur, sko. Hann er líka svolítið þannig að hann er búin að ákveða fyrirfram hvaða siðferði sé rétt siðferði og síðan nota heimspekina til að rökstyðja það. Frekar en að nota heimspekina til að finna út hvað er gott siðferði. Já. Hann hefur sín, og við erum alveg svona þrjósku hausar eins og hann líka, sko. Já, ég skal það góða. Við erum. Já, þetta er svona að kasta steinum og glerhúsi, kannski. Já, ég myndi ekki treysta mér í debate við Stefán, hann er svo rosaleg velbissar, sko. Já, ég treysti mér í debate við hann. Já. En já, það er, sko, að því að, sko, trúarbrögðin, eða þessi sem við köllum sem eru kristnu, eða þessi gamla vella af trúarbrögðum, hún byggði rosalega mikið á raunvísindum, athugunum á stjörnum og svona á náttúruvísindum, sko. Það sem var að skoða stjörnunar og fæðing Jesú var sett á stjörnu, skilur, og það stemdi allt í stjörnubókhaldinu, sko. Þannig að þetta virðist að byrjað á eitthvað svona stjörnuvísindum, þar sem að menn voru að reyna að telja tíma og hvenær að setja niður. Þetta byrjaði frá svona praktískum sjónarmiðum, sko. Og svo náttúrulega þróast þetta út í þessa skelfingu sem það er, alveg eins og, ég meina, þegar að mannfólki komið með svona mikla tækni og mikið er í gangi, þá fer fólk að spyrja sig bara, erum við að skaða umhverfið meira en við þurfum, sko. Já. En það, sem er eðlileg hugsun, sko. En það er kannski óþarf að taka það alveg yfir eitthvað svona trúarbrögð þar sem fara að nýðast að fólk að skattleggja þetta í dauða, sko. Ég er ekkert endilega viss það sé neitt langt, sko. Og við sjáum að manneskjan hefur eitthvað sálfræðilega þörf fyrir að aðhyllast einhvers konar trúarbrögð. Hvort sem það eru áþreifanlegt trúarbrögð eða metafísísk. Já, er það ekki bara ein gerfið þörfin? Ég meina, fólk segir að shopping getur ekki lifað utan shopping eða farsíma, veist? Nei, þú veist, já. Nei, ég bara er að hugsa, sko, fólk, þú veist, eins og ég og þú, við erum að reyna að brjótast út úr, sko, meikluðum hugsunarhætti. Já, hann liggur reynda svolítið langt fyrir aftan okkur, meitillinn. Já, en ég stend með að ítreka að ég er að hanga í alls konar hlutum sem að ég vil að séu sannir. Já. Og ég sé að eini munurinn á mér og kannski mörgum öðrum sem ég er að rífast við er að ég er kannski búin að brjóta niður aðeins fleiri girðingar inn í hausnum á mér. En ég er samt með fullt af girðingar. Og mér finnst, sko, mér sýnist að þetta sé rauninni meira bara svona stigsmunur, sko. Hvað er, þú veist, eins og tökum til hans vinstra fólk. Það er með svo mikið að girðingum að það er bara allt í stálvekkjum og gattevísgirðingum, sko. Aþeistanir eru ennþá verði, sko. Já, fólk tali nú ekki róttaka feminista. Já, þetta er allt svona tómar tunnur sem að heyrist rosalega mikið í, sko. Og það er óþolandi háaðinn í þessu liði stundum. Eins og ég hef ofsalega gaman að því núna síðustu vikurnar að fylgjast með ræðurum hans Donald Trump.
og eingöngu sem skemmtiatriði. Finnst það æðislegt skemmtiatriði. Og ég stundum horfi á fólkið sem hann í sölunum að hlusta og fagna og klappa og stappa niður hótunum. Og ég spyr sjálf mig, fólk virkilega svona? Já, þetta náttúrulega mass hypnosis, fólk dáleitt og fólk bara, ég meina þegar það verið að brenna nornir þá mætti allir á sjóið, sko. Já, ef þú myndir mæta. Nei, ég myndi ekki mæta reyndar. Ég myndi vilja sjá það. Ég myndi ekki vilja sjá það. Það væri óbúslega erfitt að líta undan þegar ef þið boðið að koma á torgið þar sem að Sádi-Arabarnir afhausa. Það er eitthvað dýrslega heillandi við að horfa á svona mikið ofbeldi. Ekki fyrir mér, ég myndi ekki mæta á neitt svona. En það ekki að þú ert búin að taka þá afstöðu? Nei, ég bara ekki, ég hef ekki þetta element í mér, sko. Ég sennilega álfur út á hól sem maður getur haldið á hringnum. Þú ert Fróði. Já. En hvað þá Sámur? Það er spurning, sko. Ég álfurinn. Hvað minnur? En ég hef oft spurt með þessar spurningar, myndi ég horfa? Og ég veit það ekki. Nei, ég veit að ég myndi ekki horfa og ég myndi ekki mæta og ég myndi bara halda mig sem lengst frá svona viðbjóði. Ég held að fólk sem horfir á svona skemmi sig, sko. Það er mannskemmandi að vera viðbjóður, sko. Já, þetta er óbúslega mikið, því ég skil ekki svona. Ég skil ekki að fólk geti gert svona. Já, það er hringurinn, sko, þegar þú færð hann, þá bara menn kikna undan valdinu, sko. Já, það er einhver störlun í fólki, sko. Það er að benda fólki á einhvern óvinn hinum megin við lækinn og segja, sjáðu, þetta er Talibaninn, hérna er byssa, farðu og skjóta hann, okkur stafar ógn á honum, hann er hættulegur, við verðum að losa okkur með hann, við verðum að stúta hann. Já, og svo bara æðast það, sko. Já, það er eins og með þessar sviðsettu nauðganir núna í Evrópu, það er til þess að kveikja í fólki að drepa múslima, sko. Já. Það er fyrirsjáanlegt risa mikið stríð við Arabaheiminum, eða múslimaheimum, ekki Arabaheiminum. Það er mjög miklu sterkar líkur að því. Já, það er sko verið að espa báðu megin, sko. Já. Reyndar er það líka í dæminu, sko. Ég meina, ef Evrópa væri sprengt aftur til steinaldar, þá færi hugsanlega evrópski kallmenn að haga sér eins og steinaldamenn, sko. Já, alveg klart. Það er alveg hluta af dæminu, sko. Þetta er þess að ég fór að hugsa siðferðið á það. Við erum búin að ræða margoft hvað okkar siðferðið er. Við þurfum ekki að fara í gegnum það. Við erum í dag búin að sannfæra sjálf okkur það að okkar heilbrigt siðferði, hvernig ég orða þetta, náttúran hefur alltaf verið hugmyndum siðferði heldur en maðurinn er búin að búa sér til. Já, við náttúrulega erum svolítið búin að yfirvinna náttúruna, sko. Við erum ekki háð lengur náttúrulegum skilyrðum, þegar við erum komin yfir þessa veru í náttúrunni, sko. Flest dýr eru bara leiksoppar náttúrunnar, sko. Yeah. Við erum það ekki. Og á litlum skala er náttúran leiksoppur okkar, sko. Mm-hmm. Við getum breytt náttúrun og beislaðana til þess að hlaða tannburstan okkar, sko. Já. En sko ef við hugsaum villidýr til dæmis, það er mjög gott að hugsa þetta með úlfa og hunda og sjakala, en með sama dýrafjölskyldan, þau hika ekki að borða sína bráð lifandi. Það var bara í hittifyrra sem að þurfti að aflífa 2 hunda austur í sveit á Íslandi af því þeir
þeir sluppu frá heimilinu, hefðu aldrei kynst kindum og þeir rifu heilu stykkin úr lifandi lömbum og kindum sem voru svo helsæri og eftir og sum lifnu af, sko. Já. Og þeir bara fóru á einhver 10-15 sko dýr og bara léku sér. Já. Það var bara venjulegir heimilishundar. 2 labradorhundar. Annar þeirra var border collie, held ég. En það sko mikill miskilningur að halda við séum á þessum dýra level, sko. Ég efast það. Þegar við erum að sjá fólk, sko, við erum að sjá svo geðveikislegt ofbeldi í gegnum hernaðarmaskínum. Ég held að það eina sem hafi gerst er að það búið að beina þessu í einhverja brautir. Já, það ljóst að sko þú getur framkallað dýrið aftur í mannfólki, sko. Já. Með því að eins og þeir eru að gera núna kerfisbundið með því að eins og í Guantanamo og Abu Ghraib og þetta sem að nauðga börnum fólks fyrir framan það og allt þetta ógeð. Þannig framleiður villidýr, sko. Já, eins og þessi könnun sem að gerði að það búið að gera þessa tilraun tvisvar eða þrisvar. Káta, hættu þessu. Káta. Æsingur kátur, hann er að eyðileggja fullt af dýnum með. 10 ára hundur, gömul kerling, gömul tík. Það fyrir ekki að þá veist þessi könnun að þú veist, það var gert 2 konar könnun, við erum talað þetta held ég. Annars vegar þá voru settir sko sjálfboðaliðar og háskóla, þú veist, helmingurinn hópin lék fanga og hinn helmingurinn fanga verði. Já, einmitt, man eftir þessari könnun. Og eftir einhverja 7-10 daga þá var bara hætta könnuninni af því fangaverðirnir voru orðnir svo geðveiki slóttisvullir. Já, en þú þarft að átta á því, sko, hvaðan kemur þetta fólk, sko, það kemur úr skólakerfi sem hannað til ofbeldis, það eru uppeldisstofnanir, það elur upp í þeirra ofbeldi og öll mídían og allt sem þetta fólk hafði hort á elur upp í þeim þetta ógeð, sko. Já. Þannig að ef að þú tekur ef þú tekið hópa börnum og sett í svona aðstæður, sko, án þess að tartera þau ofbeldi áður, sko. Það eru hugsanlega fengið allt það niðurstu og það var ekkert, sko, þessi könnun í raun ómarktæk því það var ekkert nullpróf á móti, sko. Já, ég veit ekki hvort hún marktæk eða ómarktæk en það alveg rétt hjá þér að það þarf að skoða líka sko hvaða bakgrunn hafi fólki sem var sett á neina. Við getum hugsað okkur indjánar til dæmis að þeir séu eitthvað svona testdæmi, sko. Þeir eru bara hann í náttúrunni og fara að búa sér til sínar hefðir og sitt fínir í sem að gengur mann fram að manni og þá eru engir svona tendensar í indjánum, sko. Eða í þeirra kultúr var ekkert svona. Já, fyrir að tala sögum að því. Já, ég held að þeir séu með þeim svona friðsam og við vitum af Eskimóunum í Grænlandi, þeir eru mjög friðsamir, þeir beita ekki hvern annan svona viðbjóði, sko. Ég ekkert viss það heldur, ég hef lesið frásögu af því að það sem Eskimókonunnar slátruði sínum eigin börnum til að borða það. Já. Bara til að lifa inn á Íslandum, sko. Voru þær bækur í boði útgáfu félags síónista eða? Nei, þú veist, það voru 2 ferðabækur skrifaðar af Dana sem að ferðast mikið á Norður Grænlandi. Já, þú veist, samsæðiskenning ekki, sagan til. Já. Ég sagði, ég hef lesið söguna. Ég sagði ekki hún hefði verið sönn, ég var ekki að staðna. Nei, ég skilur. En það eru til fullt af svona frásögum. Já. Af alls konar grimm. Þannig að ég held að sko þeir eru konir í vissa fjarlægð frá svona native tribes. Ég meina að það til dæmis til með Aborigine svertingjana í Ástralíu sem eru mjög spiritual fólk. Þeir eru með mjög grimmilega siði þegar það kemur að því að refsa fólki innan sína eigin ættbálks. Mjög grimmir. Já, en svo líka annað, sko, síónista, þessi ofbeldishreyfing sem að stýrir heiminum og hún náttúrulega þolir engar sögur þar sem að fólk hefur náð að byggja friðsamt þjóðfélag, sko. Já, svo það. Ég held að, sko, ef við ætlum að fara að finna einhver friðsamt samfélag sem dæmi eitthvað, þá þurfum við að fara að finna við sjálfur. Við getum ekki treyst neinum frásögum að því. Nei, en við vitum náttúrulega að Sýrland hefur verið mjög
svona vel heppnað þjóðfélagi og Líbía var að mörguleiti mjög vel heppnað, sko. Já. Miðað við aðstöðarnar sem þeir voru í, sko. En en það svo mikill áróður og það var með þess að hluti af grunnstoðum kaþólska veldisins var að manneskjuna væri syndarar og viðbjóður, sko. Jú. Faktur syndur. Já, þannig ég held að sögur af vonsku mannsins séu stórlega ýktar, sko. Og ég held að fólk og sko það er svo erfitt að átta sig á núna á raunverulegu mannlegu eðla því að fólk sett bara 6 mánaða í fangelsi, sko. Förum til Azteka og Inka sem voru að skera hjörtu úr lifandi fólki og fórna það til sólarinn. Já, rétt að það var viðbjóður þar líka, sko. Og maður hefur heyrt sögur að afkomendur Aztekana í mið- og norður Mexíkó séu ennþá mjög grimmir. Það mjög mikið mannránum að fara mjög illa með fólk sem rænt, sko. Já, maður hefur heyrt svipað Karabíska hafið. Reyndar náttúrulega síóniska heimsveldið þarna held að ykkur kallaði US í raskati. Já, það mögnuð þjóðfélagsverkfræði í gangi í Mexíkó á vegum þessa liðs. Já, og líka núna þessi Zika-vírus niður í Brasilíu, hann náttúrulega cover-up og þeir búin að vera að bólusetja svo mikið óléttar konur, sko, og nú tjónið að koma fram. Og Brasilía bara dumping site fyrir skordýraeitur og eiturdrasl, sko. Góða hundur. Já, þetta ekki búin að pæla í þessu. Þetta ekkert sett mig inn í þetta síkadæmi. Ég ekkert að fylgjast með því sem í gangi. Ekkert verið að fylgjast með síðan fyrir jól. Nei, en það hef ég svo sem gert grein fyrir þessu og talaði þetta í morgun á Harmageddon. Varstu búin að hlusta á það? Nei, ég ekki að fylgjast með neinu, ekki einu sinni Axel. Ég bara fyrir aðeins á Faceið, svo ég bara að horfa eitthvað documentaries, ég ekki fylgjast með neinu. Ég bara búin að kúpla mig svolítið út. Það mjög gott. Ég líka á tímamóti með hvað ég að pæla. Já. Og svo ég sé ennþá að gera ensku vídeó, ég held nú fyrir viku síðan, ég var í hættur, ég hefði náð að klára því. En samt svona kemur alltaf einn og einn punktur sem ég segja, já, nú verður ég eins að tala þetta. Já, einmitt. Það nú bara vegna þess að ég bý einn og hef engan til að tala við, sko. Ekki tröllin alltaf að tala við þig og álvanir? Jú, og svo fleiti ég því áfram í vídeóinu. Skilabor og tröllin og álvanir. Já. En það núna svolítið svona lognið og undan storminu svolítið. Þetta svolítið á svona smarri fölskum fánum og sviðsetningum, sko. Já. Svo FBI hafi skotið þennan gaur þarna í bönd í bílinu, það kjaftaði, sko. Hver, heldur hann hafi ekki verið skotið? Nei, þetta sviðsett, sko. Ekkert sett mig inn í það heldur. Nei. Bara ég ekki að, ég sé alveg svona eitthvað fyrirsagnir og eitthvað, og ég nenni ekki að setja mig inn í þetta. Já. En hvað eru dýpsta pælið hjá þér núna þessa dagana? Þú varst að gerði vídeo í dag. Veitu hvaða vídeo var það aftur? Það var ég man ekki einu sinni. Þú varst að tala, þú minntist á þetta sem ég sagði, að sjá í draumi. Já, það mjög góð punktur. Og þú komst með gott pæl á eftir og á það, sko. Já, ég seldi mér þess að snákáli. Endaði vídeóið á snákáli. Já, ég sá það. Þetta var misa. Ég með þess að sýndi misuna, sko, í skapinu, sko. Já, eða þagpröfa. Ég gætti þess að misan sæist, sko. Þetta var bara glasa misu. Já. Hefur þið fengið marga pantanir þá? Nei,
En allt vídeóið var gert bara til þess að enda á misunni. Þetta var bara rauninni svo ég hefði eitthvað að hlæja í mínum asnalega húmor. Já. En það er rétt markaðsgreining hjá þér að fabuloussögur og fáranleiki selst miklu betur heldur en realismi og raunveruleiki, sko. Já. Ég skrifaði daginn einhverju stöðufærslu á Facebook það væri til K9 Ultra-program til þess að heila fór hunda og fjarstýra þeim, heimilishundum. Ég fekk sama dag 2 komment frá fólki sem sagði, já, þetta meikar sens, þetta alveg örugglega til. Já. Og ég var bara að djóka. Já, það er... Það er mikill barnaskapur í gangi. Fólk náttúrulega nær ekkert að þroskast í almennilega mannverur í þessu dæmi, sko. Þessari hakkavél sem að fólk byrjar í sem ung börn, sko. Sko, þetta búið til utanfrá eða kemur þetta innanfrá? Erum við sjálf að kalla á þetta? Þetta eru þrælskipulaðar hakkavélar til þess að skemma fólk, að þessi verði bara þægilegt kjöthakk, sko, í hausnum. Þannig að fólk ekki svona, ég meina, ef að fólk væri svona í grunninn, þá þyrftur ekki að keyra þau í gegnum þennan hroða, sko. Já, ég pæli oft í þessu, en þess að eins og, sko, ég hugsa stundum það eins og með fólki eins og ég farin að sjá samfélagið í dag, þá sé ég samfélagið sem vanþroska villimannasamfélag sem er búið að klæða sig mjög fallega. Já, það er svo... Við köllum það siðmenningu, sko. Já, ég skil þig. En sko, sjáðu til dæmis ef þú ætlar að rækta gæsir, þá þetta bara að kippa flugfjörunum úr, sko. Já. Og þá fara þær ekki neitt, sko. Það eru til sögur af því sem til að nú er ég með hunda og ég hef pælt í því. Þú veist, segir sko ég hefði haldið áfram og haft aðstöðu til að fara út í ræktun, ég ætlaði út í ræktun og segja hundum, sko. Þú veist, ég hættur við það í dag og mun örugglega ekki byrjaði aftur. Þá pældi ég í því, sko, hvað gera menn þegar þeir eru með 2 tíkur í einu sem að lóða? Þeir verða að hafa þær algjörlega aðskildar. Ástæðan, ef það eru 2 lóðar í 2 got í einu, þá máttu búast við því að ef annar tíkin er alfatík að hún drepi hvolpana frá hinni tíkinni. Og þetta er þekkt, sko. Þetta er mjög vel þekkt að hústi sér eftir. Að það þarf að passa sig á því að ef það eru 2 got í einu og allir hundarnir í hópnum sætta sig við það. Já, en það má segja það sama, sko, ef einhver hendir skyndilega að mér bjórglasi, þá ger ég sko svona, skilur við erum náttúrulega með fullt af reflexum, sko. En varðandi þetta sama hundasamfélag, hundar eru mjög blíðir við, sko, innan hópsins og ég þekki það því ég hef verið með got á mínu heimili, að ég þekki það bara mjög vel að hundar eru mjög, sko, þolinmóðir gagnvart ungviði. Sko, ástæðan fyrir því að þú getur treyst, sko, hundum fyrir ungabörnum er svo að það hvarflar ekki að hundi að skaða hvolp. Það hvarflar ekki að hann. Alveg sama hvað hvolpurinn gerir. Það er nánast alveg sama hvað hann gerir. Já, en hins vegar getur þú sett sama hundin í aðstæður þar sem að er hungursneið, sko, og þá kannski myndast allt annað eðli. Þetta er nú það sem ég sagði einhvers staðar, hvort það var á okkar fundum eða hvenær ég var að tala sko, ef þú tekur 2 hana og situr á því hring, þá slást þeir ekki, sko. Þeir bara labba varlega í sikkorum jaðrinu, sko. Og þess vegna til þess að reka businessin hana, þá þarf það að espa þá, sko. Og þetta getur hundar líka. Já, það er að sama með mannfólkið að skólakerfið er esping, sko. Það er til þess að laða fram ákveðin hluta af eðli okkar.
En ég sko, fyrir árið síðan hef ég sagt, já, þetta mjög slæmt, en í dag ég komin að það skoðun að ef að við erum svo heimsk að við komum út úr eins og við erum að horfa bara á fylgjendurnar af Trump, sem alveg eins og fylgjendurnar af Sjálfstæðisflokknum eða fylgjendurnar af Pírötum eða fylgjendur af einhverjum öðrum svona góð uppvakningi sem að leiða eða fylgjendum Benny Hinn. Þess vegna sko ef fólk svo heimst að það brýst ekki út úr svona hugarfangilsi þá á það ekkert betra skilið. Á að ala upp til þess að verða frjálsar vitiborna manneskjur eða á það að hafa veruleika til þess að koma sér þangað stað. Og þá erum við líka komin að einni spurningu, hvernig á að ala barn upp? Því barn sko, sem fæðist og fær ekkert uppeldi mun aldrei læra að bjarga sér. Svo hvernig átt að kenna barnið þannig að það velji rétt sjálft? Já, og hvernig á að ákveða hvað rétt? Já, það reyndar tiltölulega einföld fræði að ala upp börn og öll börn sem hafa verið í kringum mig hafa verið mjög róleg og uppfyllt og ánægð sko. En þú veist það sem hundaþjálfari að með ákveðnum aðferðum getur búið til óargadýr úr hvaða hundi sem er. Já. Og ef þú færð hvolp nánast nýfæddan þá getur þú breytt honum í óargadýr sko. Já. Og það gert til þess að fá ákveðna tegund af varðhundum til dæmis. Sama með mannfólkið að ef þú byrjar hundaræktunina fólksræktunina strax hjá börnum og þá getur þú mótað þessi villidýr sem við erum eða sovidýr eða skástrygg villidýr sko. Ég ætla að svara einu til hlustandi okkar í sambandi við viðtalið á Harmageddon. Læknirinn í 13. sæti á listanum og ég í 11. sæti á vinsældalistanum á Vísi, þannig að það eru töluvert fleiri sem vilja hlusta á mig heldur en lækna álfinn. Og það var eftir í takandi hjá Harmageddon hvernig þeir beygðu sig og buktuðu fyrir prestinum sko. Já, þessi Axel nú bara ekki í lagi sko. Að hann trúiði ekki að vírusar séu til sko. Þetta alltaf bara, veist, og það var ekkert nema tilfinningaleg rök. Ég var að segja sko að það var jafnmikla sannanir til fyrir vírusum og Guði. Það var ekki munur á því. Og þannig að ég held að ég vinni þetta þennan morgun. Ég hef aldrei kommentað þessa pælingu en ég hef ekki næga þekkingu til þess að geta, ég hef ekki sett mig inn í þetta, mér unni slétt sama. Maður talar bara við vírusuna á réttu tungumáli. Ja, vírusar ekki til sko, það er bara mynd af einhverju sem getur alveg eins verið hvítar frumur að fórna sér á móti eitrun sko. Og það bara sagt, þetta vírus sko. Þetta eru hvít kamikaze blóðgott sem orðin gendir áttavilt. Já, hugsanlega það bleikumyndirnar af vírusnum eða grænumyndirnar. Þetta eru hvít blóðgott sem eru í svona gender, hvað heitir það, transgender movement. Já, það maður svo sem alveg fylgjandi því að geta farið í kvenna sturtuna, maður lengi langa það sko. Já, nú þetta orðið þannig að þú þarft ekki lengur að vera í aðgerð við þess. Það var einhver staðar sem ég var að sjá það í síðustu viku að ef að þú fullyrðir að þú sért kona, þá máttu í dag taka þátt í einhverjum íþróttagreinum sem bara fyrir konur. Já. En þú þarft að fara í hormónameðferð en ekki uppskurð. Já, þú þarft að vera búin að vera í hormónameðferð held í 8 eða 9 mánuði. Þá máttu þykjast vera kona sko. Og ekstrímið á þessu og þetta allt saman snýst það sko, þeir sem eru mikið í þessum þarna eyðunni eru búin að vera með HIV-veruna í alla sína ævi nánast, fullorðins ævi.
að sko víða í Bandaríkjunum eða þú ert greindur með HIV-veiruna þá færðu fría íbúð, þú færð skrillinar á mánuði og skilur þetta svona gullmiði inn í það þurfi ekki að vinna líf sko. Já, þú var skrítið. Og eitt ekstrím dæmi af þessu var að kona hellti sýru í augun á sér til þess að verða blind, til þess að komast á velferð sko. Nei, ertu ekki að grínast? Nei, það var ein saga, sá ég þetta í síónista fjölmiðlunum, ekki ljúga þeir. Nei. Þeir eru líka, hafa mikið áhuga á sápuframleiðslu. Hverjir? Síónista fjölmiðlanir. Já, einmitt, sápa. Það var mikið gert úr því í Fight Club að framlega sápur úr hérna svona liposuction fitu. Já. Fight Club var brilliant mynd. Það nú bara mest eitthvað toxic waste í þessum sápubransa held ég. Þeir fá borga fyrir að losa toxic waste. Þessi heimur á hún svo klikkaður. Maður veitir henni ekki sko, ég veit ekki, maður er einhvern veginn sko, ég er upplifað mig í það bara að þú veist, maður horfir á heiminu og svo byrju, hvað er í gangi? Veist? Já, þessna eru við trúpaðar fagnaðar erindisins, eða ekki? Ég meina, þú veist, ef þú ert í mainstreaminu þá þú veist, ég veit ekki, það er ekki hægt að fara lengur inn í mainstream heiminn, sko. Hann er orðinn, þú veist, við erum búin að fara út fyrir hann og við erum búin að debugga mainstreamið og það er brókislegt. En nú er ég, fyrir sjálfum mér allavega, búin að debugga marginalstreamið líka. Og hvað er maður það? Þú veist, vegna þess að mér sé ekki betur en þeir sem er í marginal eða conspiracy streaminu séu alveg jafn sturglaðir í einhverjum sjálfsheila-þvotti eins og allir hinnir. Já, núna kom ég með nýjan punkt að debugga Ring of Odor innan frá út. Það er alveg nýr vinkill á þessum pælingu, sko. Ég hef gaman að sjá þig mjalla á þeirri pælingu, sko. Ég er nú búin að vera naga utan í þá pælingu síðan í fyrirvor. Já. En ég hef ekki gert það mjög augljóst. En mjög margt sem ég verið að tala þegar ég kem að Miklurunum er innan frá út, hort innan frá út. Það er eins og ekki svo auðvelt að lýsa því, sko, þegar að maður lýsir sko hugarheimi Miklarana, þá er ég bara að horfa á þá sem eru komnir efst í tröppuganginn. Ég hef engan áhuga á fótgönguleiðurinn sem er neðst. Þá ertu komin í hugarheim sem minn almenni maður skilur ekki. Bara venjulegu maður sem þekkir bara mainstreamið, mainstreamin, hann skilur það ekki. Sá sem er upptekinn á öllum samsærunum og svona jaðarmiðlum, hann á mjög erfitt með að skilja þetta líka, hann er líklegri til þess. Þú þarft að fara svo langt út fyrir báða þessa ramma til þess að geta sett sig inn í þennan hugarheim. Þú getur það, þú ert búin að vera svo lengi að fara í allar áttir, sko, og róta. Þegar þú farin að, þegar maður er komin á þann stað og það er ekki bara allt í lagi að ræna einhverju fólki og fara að éta það lifandi. Það er ekki bara allt í lagi. Þegar þú farin að geta leiftir að hugsa svona, þá ertu farin að nálgast hugmyndina hvað frelsi er. En þá hlýtur maður að spyrja, hvernig er það að spyrja? Svo er það. Þessi spurning er bara í lagi að éta fólk lifandi. Hvernig verður að spyrja? Ég spyrja Jón. Jóni finnst það allt í lagi. Ef það er svangt. Það er með klær og tennur til þess. Já, áttam á því. En sko... Ísbirni finnst það sjálfsagt, sko. Hann sem segir bara fáránleg spurning. Ekki spyrja svo astni. Já, ég held að það sé nefnilega mikill... Og mannfólk vill vernda ísbirni, sko. Já, það er náttúrulega hluti af heilaþótta maskínunni er að rugla öllu þessu dýradæmi
Ég held að þessi sjálfsheilafóttur, ég held að fólk sé velja þessi heilafóttur. Ég held að engin heilafóttur virki nema af því að fólk vill fá hann. Nei, ég ekki sammála því. Ég held að fólk sem lendir inn í svona þjóðfélögum, sko, eins og Truman. Já, eða inn í múnista samfélaginu. Já. Eða vottana, eða mormónana. Ég meina, hvað valdi Truman sjálfur, sko? Já. Að þegar að tekið er af þér það mikið að þú veist ekki einu sinni hvar þú ert, sko. Já. Þá hlýtur að svona velta fyrir sér hvaða val var Truman að taka, sko. Fyrir líf sitt og allt það. En sko, ég held að þetta sé þetta er náttúrulega hluti af þjóðfélagsverkfræðinni er að flestir halda að það sé til þess að lyfta dýrunum upp á eitthvað mannlegt plan, en þetta er siðferðisleg þjóðfélagsverkfræði til þess að setja fólkið niður á húsdýraplan, sko. Ég veit í rauninni ekki hvað planið er. Ég hef ekki verið ég þekki ekki neitt sem að er með þetta vald. Nei, þú sér það, sko, ef ég tala út frá minni sín af Indíánum að þetta hafi verið mjög gott fólk og þeirra þjóðfélag hafi verið mjög friðsamt og mjög gott þjóðfélag, þá sérðu eða svona sjálfsbrottið, það var ekki skrifað að síónistum með neitt slíkt, þá sérðu að þeir báru gríðarlega mikla virðingu fyrir vísundunum sem þeir voru að drepa og sem sagt voru að pæla í anda vísundans og að þeir báru óbúrslega mikla virðingu fyrir vísundaverunni, þessari veru sem þeir voru að deyða til þess að geta borðað, sko. Segir hver? Já, ég að segja, sko, miðað við þessa rómantísku sýn sem ég hef, sko. Ég sem það búið að vera markaðsætti síðustu 40 ár. Absolutt, ég gerir mig grein fyrir því, en ég er að ímynda mér það að einhvers staðar hafi einhvern tímann myndast þetta, sko. Já. Og við getum þess vegna tekið þá inkana til þess að demonstrera sjálfsbrottin viðbjóð þar, en þar er í raun bara prump í kassa dæmi líka, sko. Það sem ákveðna aðrir að töldu sig vera að fríða sólina eða eitthvað, og þess vegna urðu þeir að geta hjörtu, það er prump í kassa dæmi, sko. En það eru þjóðfélag eins og Indíánar sem voru ekki með prump í kassa, sko. Sem minnir mig allt í einu á ég á eftir að setja betur inn í það var eitthvað dokumentari sem ég var að horfa í fyrra sem fór inn á með Aztekana þegar Cortés kemur frá mexíkosku ströndinni og fer með einhverjum 100 manns til Mexíkóborgar og sigrar þar einhverja 20.000 hermenn með einni fallbyssu. Mér minnir að einhver hafi sagt, sko, það var kona, Aztekakona sem hann kynntist sem varð ástkona hans. Sumir hata hana enn í dag alveg eins og pestina í Mexíkó, aðrir dýrka hana og dáa hana. En hún hafði áður verið í hirðinni hjá honum Montezuma, Aztekakongi. En það er eins og mér rámi í að ég hef eitthvað heyrt að þessi kona og ákveðin hópur fólks sem var með henni í hugsun, sammálaði, stór hópur Aztekana hafi í rauninni snúist á band með Cortés gegn Montezuma, gagger til að taka niður þessa morðóðu trú. Já. Og þannig að það getur vel verið að þegar Cortés kemur að það með 100 menn og þá hafi 20.000 hermennir verið sigraðir af öðrum 20.000 hermennum sem voru að berjast með Cortés. Það er alveg möguleiki. Ég veit ekki nóg til að fullyrða þetta. Nei, ég skilji. En málið er það, sko, að það virðist vera í mannlegu samfélagi þetta að sjóða froskin element, sko. Já, það er svolítið sérstök pæling. Froskurinn sem getur aðlagað sig hitanum. Þangað til að það eru of seint að þá er hann orðinn máttlaus. Já, og það sem er svo merkilegt að það er gert aftur og aftur og aftur, sko. Á nýju nafn og nýju kennitölu, sko. En sko,
það sem ég að hugsa þess með tenginguna með Azteca-módelið sko það sem við erum að horfa á. Sko, fólk virðist þurfa að reka sig á til að læra. Og þegar kemur að samfélagi, þá virðist samfélag þurfa að reka sig á mjög oft til að læra. Samfélag virðist vera meira svona shallow-minded heldur en einstaklingur. Þú sem einstaklingur, þú rekur þig á og þú lærir að reynslunni. Ef það eru 100 einstaklingar sem saman reka sig á, þá þurfa að reka sig oftar á til að læra reynslunni í gegnum fleiri kynslóðir. Já, það eins og með bara þjóðfélagstilrauninnar í Survivor þáttunum. Já, já. Þar sko fyrstu Survivor þá reynda mynduðu menn, þeir sem mynduðu bandalög þeir unnu sko. Og þeim sem tókst að halda bandalögunum sínum lengst leyndum, þeir unnu yfirleitt sko. En svo sástu að Survivor 2 og 3 og 4 og 5 og svo áfram strategíuna breyttust töluvert mikið. Það hafði fólk horft á þátt sko. Já, og það farið að hugsa þetta meira. Já, það var búið að undirbúa sig undir strategíunar en á endanum unnu alltaf þeir sem náðu snemma að mynda bandalög sem héldu í gegnum alla. Og væntanlega bestu bandalögin voru þau sem enginn vissi að voru fyrst í stað. Já, þau voru langsterkust sko. Já. Og þannig að það það sem eins og þetta með prumpi í kassanum með að setja einhver rit í kassa eða setja einhverju pappíra eða atkvæðaseðla eða hvað þú setur í kassan þá allt í einu komið bara nýr veruleiki sko. Það það sem við erum alltaf að falla á aftur og aftur sko. Við erum alltaf að búa til þennan árans hring sko, í ringsring sko. Við búum okkur til sannleika sem við trúum á, sem hugmyndakerfi, hugmyndafræði. Já, það einhvern veginn svona reyndar fólk bara meitlað sem börn inn í þetta og svo gera það engar athugasemdir við það og svo deyr það bara sko. Ég ekkert viss það, ég held að fólk sé að kalla það. Ég ekkert viss að það sé endilega meira samsæri en ekki. Ég held að menni, ég held, við sjáum fólk þræta fram í rauðan dauðan að það sé, hvort að það sé frjálshugur eða ekki. Já, þú sérð þess að það hefur svo óbúslega gaman að vinum mínum í Harmageddon. Ég ætla ekki að uppnefna það núna. Það er bara svo gaman að uppnefna það. Nei, það er að skilja. Nei, þeir eru ágætir. Nei, þeir eru dónar. Já, en það er það sem ég hef svo gaman við þá, að þeir eru svo gott test case fyrir mig í mínum rannsóknum. Já, gaman að heyra þegar þú ert að rökra við það. Og til dæmis, eins og ég sagði við þá í morgun, ég sagði við þá nokkru sem áður. Ég sagði við þá, vírusar eru blekking, það er engin sönnun til fyrir tilvist vírusa og þið tilheyrið trúarhóp sem trúir á vírusa eins og áður fyrir trúarhópar sem þið gagnrýnið gegndarlaust á illa anda. Það eru samjöfnöfnir þarna á milli. Og ef þú hlustar að ganni svörin í morgun frá þeim og svo frá þessum presti í vírusasöfnunum, þá heyrur að það eru bara tilfinningaleg rök, sko. Og ég er mikið fíflurök, sko. Það eru, sko, ef að ég, þeim þar er ekki þessi hugsun, já, betur, hvaða sönnun liggur hann aftur á baki? Og þeir fara ekkert að skoða það sem ég er að segja sko. Og það finnst mér mjög athyglisverð hegðun sko. Og, allir vita að Hitler var illmenni. Já, ég hef nú ekkert fengið neitt comeback á félagsfræði eða á þjóðfélagstilraunina sem ég lagði til að menn færi í vinnuna og segja að Hitler hefði verið góðu gallinn. Já, ég búinn að fá ykkur thumbs down á Hitler-vídeói sem ég gerði daginn. Já. Ég var aðeins svo mildur við kallinn. Sýndi bara myndir á honum brosandi með börnum og hundum.
og einhverja jákvæðar sjálfstyrkingar athugasemdir. Ég sá það einmitt. Ég skemmti mér mikið að setja þetta saman. Já, þetta alltaf að reyna að búa til einhverja persónur og leikendur, sko. Ég meina, það eins og meitlara vinur okkar skrifaði bókina Skálkaði í skjóli Hitler, sko. T8 og lögin sem heitu T4 og þar voru læknavísindin og kafi í að drepa fólk, sko. Bara því það var ekki nógu gott einhvern veginn. Það var síkunar eða það var... Þá verið að gera sömu hluti á sama tíma bæði í Breitlandi og Bandaríkjunum. Alls staðar, já. Það var, og þú veist, ég tala nú ekki Afríku, sko. Já, og reyndar ebóla notuð í dag til þess að drepa Afríkufólk hægri vinstri, sko. Við veitum ekkert hvað að gerast í Afríku, ekki neitt. Það eitra mikið fyrir fólki, sko. Og svo bara, þetta var ebóla, sko. Sorglegt, sko. Og það búið að búa til í okkar huga þá mynd af Afríkufólki að þetta sé bara ómenntaður skríll sem að búi í Moldakofum. Já. En Afríka bara miklu stærri heimsálfa heldur en Evrópa, 3-4 stærri en Evrópa. Það eru milljóna borgir þarna með góðri menntun og góð efnahagskerfi og milljónir fólk sem bara veit alveg hvernig heimurinn er. Já, alveg fullt af yndislegu fólki í Afríku, sko. Já, þú ert nú giftur afrískri konu. Já, hún er alveg yndisleg. Þannig ég þarf ekki að segja þér neitt um það. Nei, einmitt. En það hins vegar, sko, fólk í Afríku trúir því að á Vesturlöndu sé eitthvað svona sósíal útópía þar sem hún bara mætir og það bara dælt í því peningum, sko. Já, kannski búið að markast þetta þannig. Við vitum að fólk sem að flýja með Austurlönd að fara beina leið til Þýskalands. Já, það eru nokkrir sem hafa flúið með þessu fólki. Já. Og það var að undra sig á að þessi flóttamenn voru alltaf að koma við í ATM og taka út peninga á kortið sitt, sko. Já, eða með bara, þú veist, bæklinga. Hvernig átt að bera þau að til að komast til Þýskalands og þegar þú kemur til Þýskalands, hvað átt að gera til að komast inn á kerfið? Já, sko... Bara fjöldafræðandi bæklingar. En máli sko, vinur okkar George Soros var að fylla á kortið hjá þeim, sko. Já, eða eitthvað álíka. Já, eitthvað snat og dæmi. Eitthvað álíka stofnun. En tókstu eftir einu að það búið að fara af stað með núna nýjar sögufalsanir landnám Íslands? Nei, hvar var það? Það var í fjölmiðlum í síðustu viku. Það verið að segja að þetta hafi allt saman verið misskilningur, að það voru paparnir sem að námi í landið en ekki víkingar. Aha, eru menn að fara að koma með eitthvað mótvægi við því sem ég að segja? Sennilega. Það fyrsta sem ég hugsaði það verið að svara þér, sko. En gaman. Ekki fyrsta skipti. Nei, og það var sýnt í einhverju vídeói, hvort það var á Vísir eða RÚV. Það sem eru búin að fara í einhvern hellir og bora þar svona einhverja krossa og eitthvað alls konar í hellana, sko. Það er svo greinilegt, þetta er alveg splunkunýtt, sko. Þannig að þeir eru á kafi því að falsa nýja sögu núna og maður verður að velta fyrir sér af hverju eru þeir að falsa hana undir papana. Það er sennilega því það kemur væntanlega einhver landakrafa á Ísland frá Írlandi þá, sko. Ja, þetta er svo klikkað leið, Áttam á því. Þetta er sko ég er alveg heillaður af sko, ég ætla nú ekki að fara að þræta um þessar hluti, sko. Ég er náttúrulega bara, þú veist, tengi ykkur á punkta sem ég sé ykkur í þokku og mér er alveg sama hvort þeir eru réttir eða rangir. Þeir bara, þú veist, ég hendi þessu frá mér og það er eitthvað fólk sem að pikkar þetta upp og svarar mér og segir, þetta er áhugaverð pæling. Ég er sannfærður það í dag að Labrador er Helluland en ekki Baffinsland. Ég er í dag sannfærður að þarna voru 9 borgir. Landnemaborgir af herrum. Ég er alveg sannfærður. Í Labrador eða? Já.
Ég alveg sannfærður það einhver mun einhvern tímann sanna þetta. Ég trúi þessu, þetta prumpi í einum af bókásunum mínum. En þegar ég var að henda þessu frá mér í haust og vetur, þá var ég svona, að þegar ég allt í einu fattaði að Norður-Ameríka finnst 1500 af Bretar finna Norður-Ameríku 1500 og hollendingar. En það eru næstu 3 aldir þangað til saga Norður-Ameríku hefst. Hvað var að gerast þessar 3 aldir? Já. Og það fullt af hluti sem við vitum ekki. Þetta bara eins og ég var að fjalla núna nýlega, þá bara eitthvað sem ég rakst á í fyrirlestur hjá Noam Chomsky. Ég aðeins búin að vera að horfa á hann undanfarið. Að hann minnist á það að Bandaríkin viðurkenndi ekki Kanada fyrir 1927. Þeir streittust við eins lengi voru gátu því að þeir vildu eignast Kanada. Þeir voru búin að gera ítrekkaða tilraunir til að búa til stríð við Kanada og gera innrás þar og sölsa undir sér land þar, nema breska heimsveldi stóð alltaf við einum fyrir þeir. Þannig vita, það eru tilvitnanir í Roosevelt, FDR, það að hans markmið með þáttöku í síðari heimsstyrjöldinni var að útrýma breska heimsveldinu, sem var eina heimsveldi sem stóð í vegi fyrir því að bandaríska heimsveldi yrði til. Ég meina, þú veist, en við vitum ekki neitt þetta. Já. Hvar Labrador? Hérna Svalbarði? Svalbarði. Nei, ef þú horfir á Grænland, siglir beina línu suður fyrir Grænland, þá endar beint á Labrador. Já, ok. Beina línu suður. Já, og ef þú horfir á Labrador, og berð saman labradorsku strandlengjuna og norsku, þá þetta alveg jafnlangur strandlengjur. Alveg rosalega löng strandlengja. Og hún mjög vogsporin og það eru flottir firðir þarna og það mikið af láglendum og þetta algjört helluland, fjöllin svo lág. Já. Og þetta sunnar heldur en Ísland? Og siglingarleiðin sem ég að stinga upp á, hún meikar sens að sigla frá Bröttuhlíð í Grænlandi til Baffinsland mjög erfitt. Þú ert að sigla á móti köldum straum, það sterkur straumur sem liggur þarna suður. Þú getur eiginlega ekki siglt á mótornum, þú verður að róa upp í strauminn og þegar þú kemur að Baffinslandi, það bara klettar og grjót og háfjöll. Það ekki neitt þar. Það ástæðulaust, það ekki eftir neina slægjast þar. En ef þú siglir, þú ert 1 til 2 daglegir að sigla frá Grænlandi yfir til Labrador og leið þú ert komin þangað, þá ertu komin í frábæra veiðilendur, frábæra grösuga firði fyrir kýr og kindur og það voru svo fáir skrælingar þarna. Það var svo lítið af vindunum þarna. Það var svo auðvelt að semja við þá og þú sagan það að þeir hafi ráðist á skrælingja og skrælingjar hafi þá komið bara 100 saman og rekið á landi. Hún meikar ekki sens, skrælingjarnir voru svo dreifðir þarna í Labrador. En hvar Baffinsland, segir það? Baffinsland eyja þarna beint fyrir norðan Labrador. Já, ég sé hérna Baffin Bay, sko. Já, þetta miklu norðar. Craig Harbour, það meira norður en það? Ég man það ekki. Eureka. Já. Hvar heldur að Elysium sé? Hvar það land? Ég held að það sé fyrir sunnan Fiji-eyjar á því svæði. Okay. Það Fiji-eyjar? Ef þú dregur þríhyrning frá Hawaii niður til Nýja-Sjálands og austur af Síle, þá lendir Páskaeyjan þar inni, þá ertu á svæðinu milli Pitcairn-eyja og Fiji-eyja og þetta hafsvæði sem á stærð Afríku, ekki stærra. Þetta risastórt hafsvæði. Það siglir enginn af þeim, það flýgur enginn af þeim og það svo lítið af fólki á einhverjum eyjum. Hvað segirðu? Slitnaði að sjá þér? Það svo auðvelt að fela eitthvað þarna. Já, það slitnaði að sjá þér, hvað sagðirðu? Hvar slitnaði? Bara síðasta setningin. Ég segi bara að það svo auðvelt að fela eitthvað þarna. Á næsta setningu undan? Það man ég ekki. Ok.
En hérna, byrjum við, Japan, hvað það? Og kenningin hvalveiði, hérna Malasía, já, hérna Japan, já. Sko, Japan beint þarna fyrir norðan, norð og vestan. Megnið af hvalveiðibátum Japana var einmitt að veiða á þessu svæði. Já, þú heldur að Elysium sé hérna í South Pacific. Já, ég á þeirri skoðun að hvalveiðar hafa verið bannaðar, gagngert til þess að það væri hægt að banna japönskum og kínverskum hvalveiðibátum að vera þvælast þarna. Já, en þú sagðir að það væri frá Hawaii niður til Nýja Sjálands. Já, og svo hérna Chile, já, ok. Já. En hvar voru þeir að veiða Japanir? Voru þeir að veiða hérna niður í? Þeir voru að veiða þarna, beint þarna niður af. Já, ok. Ég þarf að hlaupa eins og klópið. Ég komin á þann aldur. Já, þetta ekki með slöngu bara. Nei, ekki það. Kemur. Já. Já, ég að syngja fyrir ykkur á meðan, kæra fólk, já. Hvað er að gera? Ég ætla að sýna ykkur bara kortið á meðan. Hvar við heldum að Elysium sé. Það er verið að tala þetta svæði hérna. Hérna er Hawaii. Og hérna, já, ok, hérna er Nýja Sjáland. Og hérna er Chile. Einhvers staðar á þessu svæði hérna. Sé eitthvað spooky í gangi og hérna eru Japanir og þeir voru mikið að veiðast hérna niður frá sko og hérna er þetta furðulega suðurskaut þannig að þarna eru allir vinir okkar með peningan okkar sko. Jæja, þú komir aftur, ég var að sýna þeim kortið bara. Já, ég var búin að myndir að þessu inn á Facebooki mitt en ég greip með ykkur klikkun í vikunni ég eitti út öllum fína myndirum sem ég hafa búin að senda inn á Facebooki mitt. Ég á engin afrit. Já, ok. Ég hafa búin að setja mynd af terrakotta armíinu minni. Já. Eina af skemmtilegustu kenningu sem ég komið fram með. Terrakotta herinn. Já. Einmitt. En hvað heldur að gerist næst? Ég hef ekki hugmynd. Veraldarsögunni. Heldur að þeir reyni þessa stóru útrýming á fólki eða? Ég ekki trúaður á það, nei. En þeir eru alltaf að reyna að koma því að einhvern veginn, sko. Nei, ég held að þeir hafi meira áhuga á óttanum við þessu útrýming. Já. Ég held að þeir hafi, sko þeir gera í því að búa til svo mikið af alls konar mýtum sem fólk skítrætt við eða velti sér upp úr. Ég held að þetta sé bara eina af þeim mýtum sem fólk á að vera að velta sér upp úr, alveg eins og sumir að velta upp úr sér, þú veist, barnamisnotkun kaþólskra presta, sko. Já. Þú veist, sjá það eitt til dæmis. Allir trúa því að 50% af kaþólskum prestum káfi á drengjum. Allir trúa því. Já, ég þekki það ekki, sko. En það er náttúrulega ljóst að yfirstjórn kirkjunar dældi inn prestum sem þeir vissu að voru yfir, sko. Já, en ég ekkert endilega að horfa á það. Við þetta alveg eins og þegar við fáum þær fréttir að, þú veist, að nokkur hundruð manns í Rúanda hafi með sveðjum slátrað tæplega 1 milljón manns. Bara eins og það væri ekkert mál. Veist, hvað heldur þú að Íslendingar myndu gera? Veist, þetta er svona sannleika fáránlegt eins og allir Færeyingar byggju núna á Austfjörðum og þeir hefðu ákveðið að drepa hálfa íslensku þjóðina með sveðjum. Heldur að það hefði gengið svo auðveldlega? Nei, þetta er akkurat eitt coverið af eiturefnaárásum, sko. Það getur vel verið. Mín skoðun er svo að það hefði kannski
þú veist, kannski ef við 1000 manns tekið sér til og ráðist á okkur 5.000 manns og náðu að drepa þá, tekið myndir af því og núna eiga allir að trúa þessu. Líka fólk sem býr í Rúanda og trúir sjálft. Sko, fólk trúir því sem það vill trúa ef að einhver segir það nógu sannfærandi. Jafnvel þó að það sé mjög auðvelt að dýbökka það. Og í dag, ég horfði á dokumentarið nýlega því ég ætlaði að fara að grúska aðeins í þessum hlutum. Og það er gjörbreytt samfélag í Rúanda í dag og því er algjörlega miðstýrt. Það er algjörlega búið að endurhanna samfélagið í Rúanda og getur eftir hvaða módeli? Eftir síónandi módeli. Þetta er miklar módeli. Svona nei. Herri, ég bara datt upp í 8. sæti það með við tölum saman. Og læknirinn situr áfram í 15. sæti. Stebbi. Þetta er samsæri. Já, einhver teljari á Vísi eða Snató að messast í mér. Miklararnir eru búin að sjá að þeir græða á því að ákveðin sneið af Íslendingum fari að horfa á frelsitími. Já, það er nú svo. En sko, en mér svo skrítið að ef þú skoðar til dæmis þetta vírusdæmi að fólk einhvern veginn bara þegar ég segi nei, þetta er bara eitur sem að þú þarf bara að skilja eitur og næringu til að skilja þetta og fólk er bara nei og sama með svo svartadauða þú þarf bara að skilja eitur til þess að skilja þessa svokölluðu farsótt sko að ég meina það er ekkert skilvirkara til þess að drepa fólk heldur en eitur og þú er með svo rosalega marga möguleika á kofveri við eiturárás. Ég meina ef þú ferð með vélbyssusveit og dritar alla niður þá er svo erfitt að kofvera það en ef þú segir að það er Zika-vírus í Brasilíu sem er einna lykilstofnundum BRIC-samkomulagsins og þú segir að það er vírus í gangi, þá er bara sjálfsagt að deploya 220.000 hermenn að fara að spreyja ykkur inn á all heimili. Já. Ég er alveg sammála þessu. Og einhver sagði við mig í morgun að það var það er ekki bara best að hermennin dreifi bæklingunum. Það er bóstur til. Fólk einhvern veginn sko mér finnst ég vera að koma með svo sound thesis að fram. Þetta er mjög góð kenning, en hún líka byggir, sko, það er nögt að benda líka á eitt sem er svolítið tengt því sem ég var að segja á hann. Fólk er tilbúið að trúa ákveðnum hlutum. Fólk er bara tilbúið að trúa því að örfár mannverur bara geta allt í einu strádrepið 1000 fólks. Bara allt í einu. Fólk er tilbúið að trúa því að katólskir prestar káfu öllum börnum sem þeir koma nálægt. Fólk er tilbúið að trúa því að það sé til ykkur svona skrítin sjúkdómur sem getur bara strádrepið allt fólk, hvort það heitir fuglaflensa, svínaflensa, ebóla, AIDS eða eitthvað annað. Og þar með sé allt í lagi fyrir valdhafa að gera eitthvað. Já. Og fólk sér ekki að þetta er sama módel aftur og aftur út allt. Já, og líka ef þú vilt taka út sko, ef þú vilt taka út valið úrtak úr þjóðin og drepa það, þá sko gerur það ekki með vélbyssum því fólk byrjar að hlaupa í allar áttur og þú nærði ekki að saxa út það sem vilt, en ef þú situr vægt eitur í matvæli eða spreyjar því eða hvað þú gerir, kemur vægu eitur í fólk þannig að sýna ákveðin einkenni og svo fara heila þegnur læknarnir í bókina að segja, já, þetta einkenni, já, þetta er þessi vírus eða hinn vírusin og þá færðu fólkið undir hervaldi í processing dæmið og þá getur við verið með 2 tegundir af bóluefnum aðra sem að hjálpa þér og hina sem að drepa þig sko. Já, þetta er alveg rétt, þetta er hægt. Reyndar er ég á þeirri skoðun að nánast öll stríð séu svona fyrirbæri. Ég bara nefndi sem dæmi, tökum fyrri heimsstyrjöldina, tökum Bretland, segjum bara Bretland, við erum bara þar. Það er 1 milljón mann sem deyr á vígvöllunum bara frá Bretlandi. Já. Bretland er þá svona 45 milljónir manna.
Hvað er 1 milljón á 45 milljón? Það er ekkert mikið. Það er 2%. Já. Það er ekkert rosalega mikið. Þú veist, þannig séð. En hverjir völdu hermennina sem fóru á vígvöllinn? Það var náttúrulega elitan sem velur allt og stýrir öll og stjórnar öllu. Og sko þetta er bara svona, þú ert bara ferði gegnum svona ráðningar skrifstofa hersins og ferði í þjálfunarbúðir í 6 vikur og svo ertu góðan á vígvöllinn. Þetta er ekki alveg svona einfalt, sko. Segjum bara að þú ert í einu hverfi og það eru 100 manns sem að mæta á skrifstofa hersins, ráðningar skrifstofa hersins, og það eru 20 af þessum 100 sem eru sendir heim aftur, strax. Af þessum 80 sem fara í 6 vikna búðir, þá eru aðrir 20 sem eru ekki sendir á vígvöllinn, heldur sendir í önnur störf á vegum hersins. Svo eru einhverjir 10 sem eru úrskurðaðir vanhæfir til þess að gegna herþjónustu, falla á þessum 6 vikum og eru sendir aftur heim eða er hjálpað til við að flytja í aðra borg og fá starf þar, kannski á vegum hersins. Þannig að þá ertu komin þarna með 50 manns sem eru sendir á vígvöllinn. Þegar þeir eru komnir á vígvöllinn, þá eru þeim úthlutað mismunandi hlutverkum. Sumir fara í fremstu víglínu, aðrir eru í birgðastöðinni, sumir verða kokkar, sumir eru í skriffinnskunni. Það er bjúrókrasi innan hersins. Og svo þegar stríðið er búið, þá kemur í ljós að af þessum 80 sem voru ráðnir og 50 sem fóru áfram í gegn, þá eru 20 til 30 sem ekki koma heim aftur. Og þeir dóu á vígvöllinum, þú veist ekkert það hvers vegna þeir dóu á vígvöllinum. Og sko við erum að horfa til dæmis, þú veist, þú þarf það ekki smá skipulag. Ok, þarna er Þýskaland annars vegar og Frakkland og Bretland hins vegar að skjóta hvern annan í 4 ár með vélbyssum, gassprengjum og litlum sprengjum og svona, og stórskotaliði. Ég er að segja að ef þú ert með heimskipulag sem stjórnar öllum þessum 3 þjóðum, heimskipulag sem er drullu sama hver vinnur, þar sem stríðið er bara maskina, bara sláturhús, gagger til að hreinsa út úr menningunni fólk sem hugsa sjálfstætt. Hárrétt. Og þá erum við aftur komnir að því að því sem ég var að tala áðan, manneskja sem ekki hefur í sér getuna til að brjótast út úr eigin hugarfangelsi, hún á skilið það hugarfangelsi sem settur utan hann. En ég er búin að vera á þessari skoðun í 1,5 ár að flest stríð séu hönnuð að hluta til með þennan tilgang í huga, að hreinsa út úr mannkyninu fólk sem er ekki auðvelt að stjórna. Það er hárrétt og þess vegna er þessi góða lögga og vonda lögga á milli Rússa og Vesturveldana er náttúrulega bara leiksýning, sko. Ekkert annað. En sko til þess að skilja hernaða... Verst að ég var eftir að gera vídeó þetta. Ég var að dokka þetta, ég gleymi þetta. Þú horfið bara á djúpköfun á Frelsi TV. En sko, það er eiginlega bara tvennt sem er í notkun í hernaðarbraskinu og það er carpet bombing og eitur hernaðar. Og þessi veiru hernaður er náttúrulega blekking þar sem að veirur ekki til og til dæmis þetta það sem að tala erfðabreyttar moskítóflugur, það er erfðabreyttar moskítóflugur sem átt að nota til þess að bólusetja gegn vírusum og að núna er þessir mýflugur sem að bera á milli vírusa. Sko, mín kenning með mýflugurnar sko, þú áttað á að Guðdóttir kallinn og er náttúrulega búin að kaupa upp meira hluta eign í einu stærsta eiturefna framleiðanda heims. Og mín kenning með mýflugurnar er að þeir hafa fengið mýflugurnar til þess að dreifa einhvers konar eitri. Þú veist að hann er aðlagaður?
Já, hann náttúrulega hátt uppi í Það var fyrir píramídunum. 10-15 árum, þá fékk hann jafngildi þess að vera orðin sör. Það heitir að vera Knight of the British Empire. Já. Það jafngildi því að vera orðin sör, en veitt þeim sem eru ríkisborgarar annarra landa. Já, einmitt. En sko, ég held að það sem að þeir voru að reyna að gera var að þróa, sko, þetta GMO DNA kjaftaði náttúrulega og mikið bull líka, sko, nema þetta bara, þú getur gert eitthvað en ekki eins mikið og þeir vilja vera að segja, sko. Held ég. Já, ég sammála því. Þetta eins og ég verið að tala með DNA-ið. Meðan þú getur ekki stungið frumunni í samband við skanna og lesið hann inn og meðan þú getur ekki kótað hana, þá allt sem þú segir DNA lygi. Já, allur þessi DNA-iðnaður sko eitt risastórt frot, sko. Þú sér hvernig bara heilaþvottur með CSI með þessar rannsóknarstofur þar sem voru alltaf að leysa glæpamál með einhverjum tölvuskonnum, sko. Jú. Að sko fólk virðist ekki átta sig á því að öllum tölvum heimsins kontrólerað á chip level, sko. Allir þegar að eitthvað skoðanakönnuna fyrirtæki allir segja að gera skoðanakönnun og fylgi stjórnmálaflokkana og með slembi úrtaki úr þjóðskrá að það ef þú ert með þetta power að stýra öllum tölvum heimsins á chip level, þá getur þú valið slembi úrtakið í tölvunni, sko. Algjörlega. Og þá sérðu líka að tölvuvalið hapadrætti, þú hefur kontról á því líka, sko. Og sko málið að þetta til þess að ná þessu alræðisvaldi, þá verður einhvern veginn að geta sagt, sko, að þetta hinn seki og á að fara í gasklefan, sko. Já, og þú er búin að selja svona DNA blekkingu og þú bara skirpir á tölvu og hún kemur með eitthvað að viti tilbaka, sko. Rækir á skjáinu og hún segir hver þú ert. Að það búið að selja það sem segir mann að það eitthvað blöffri þannig að baki, sko. Og mín kenning þessi að það bara tölvunum öllum stýrt á chip level. Þegar mainstreamið elskar eitthvað og það hafið yfir allan á það, þá koma öll rauð flögg hjá mér. Já, það alveg samanlega þessu. Mér náttúrulega bara að segja í samband við Zika-vírus, af því ég hef ekkert sett mig inn í þetta og ég mjög ánægður að heyra þessa kenningu þína og ég mun örugglega rifja hana úr pælinu. Ég var í Vísmæðarfjalli eitthvað þetta sjálfur, bara svona í kjölfarið, en þannig að þú veist af því ef það er. En ég sá bara einhverja grein í síðustu viku að það var einhver að fjalla það að Bill Gates væri búin að vera eitthvað að skipta sér hlutum í Brasilíu. Og þessa áminningu með það að þeir voru að sleppa þúsundum, tugþúsundum eða milljónum erfðabreyttra moskítóflugna í Flórida í fyrra eða hittu fyrra. Já, líka í Brasilíu. Og já, alveg örugglega, og ég sagði, já, heyrðu, þetta meikar sens. Þetta eru punktar sem tengjast í mínum huga, sko. Þannig að leiði ég sá þetta og segi, já, Zika-vírusin alveg augljóslega einhvers konar operation. Já. Það dugði mér, sko. Ég var svo ekki að fara nánar út í það. Því ég að pæla í öðrum hlutum þess að það. Já. Ég líka að reyna svolítið svona break free af því ég búin að vera núna í bil ár að vera að fylgjast með hvað í gangi hinn og þessu og fjallum það og bla 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 bla. Mér fannst ég vera orðið svolítið læstur inn í því herbergi. Já, ég tók mig góða pásu jólin, sko. Það er ekki séns að halda endalaust áfram, sko. Nei, maður verður líka þreyttur, sko. Eins og Bill Hicks, hann nú ótrúlega duglegur kall, sko. Ég hef ekki hort á hann í 2-3 mánuði. Hann var með spot-on greiningar núna í Zika. Ég deildi vídeóum með honum í sambandi við það. Ég hef bara ákvað það, ég er orðinn fastur inn í einhverju rútínu og ég líka búin að í mínum huga, sko, leysa svolítið upp nokkra hluti. Ég sagði að það, þú veist, mér langar að fara að snúa mér einhverju öðru. Já, svo maður brýnir mann, það er svo langt á milli djúpkafana núna. Við erum líka, við tókum á heilu ári nánast vikulega djúpkafan, sko. Við erum búin að fara í gegnum svo mikið efni.
og ég á búin að segja við sjálf á mig nýlega, ég þyrfti eiginlega að búa til playlista yfir allar þessar kafanir sem við höfum gert og bara í rauninni rúli gegnum þær allar sko á einni viku. Þú mátt líka downloada það öllum að setja á þinn channel ef þú vilt. Já, takk fyrir það. Nei, það er óþarfi. Ég var einhvern veginn búin að gera þetta í playlista svo eitt í honum að því að vantaði inn í hann. Ég var búin að segja sjálf að mig eftir bara að þú veist fara að hlusta á allar djúpkáðanir upp á nýtt. Við erum búin að fara yfir svo margt og ég fengi kommentur á fólki sem hafi sagt við mig, heyrðu, ég var að horfa á eina af elstu djúpkáðunum og þarna koma fram einhver punktur og það var kannski gaman að skanna svolítið hvað við höfum farið yfir. Já, ég hef alveg annað ævistarf að fara yfir öll live-in og djúpin. Ég líka pæli þetta varandi ensku vídeóin mín að ég byrjaði á íslensku rásinu minni að fela vídeó. Já. Ég tek vídeóið, færi það yfir á Hreimberg.is og geri það svo unlisted á YouTube þannig að menn finna það ekki nema að fara á Hreimberg. Já, ok. Og ég mun gera eitthvað svipað með ensku vídeóin. Þá mun ég færa það yfir á Street Rock þannig að þau sé áfram á YouTube en mennum finni þau ekki nema farin á Street Rock. Já, ok. Og fara jafnvel í gegnum þau. Ég var hreinlega að segja við sjálf að ég ætti kannski taka bara, þú veist, 1 vídeó á dag og færa það yfir, jafnvel 2 á dag og taka glósur hvað kemur fara. Ég veit ekki hvað í megnina þeim, sko. Já, ég ennþá svo mikið í að brjóta nýja grund ferlinum, sko, eins og í enska myndbandinu mín í gær. Sko, ég komið með efni í aðra bók sem prumpið í skókassanum, sko. Ég komið á þann stað með sjálf mig að ég er náttúrulega búin að gera svo mikið efni síðustu 4-5 árin. Ég var svona gæla við það hugmynd að taka þessi ensku vídeó, sko það eru nokkrir þræðir sem svona ákveðin þemur sem í gegnum þau, sem langaði svona til þess að rekja þessu upp þræðina og kannski gera sumt efni upp á nýtt. Já, einmitt. En ég átta mig á því að sumt efni sem ég hef tekið fyrir alveg þessi virði að vera tekið betur fyrir. En það virðist vera að báðir hóparnir mínir ensku áhorfendur og íslensku, þeir vilja live-in, sko. Já. Það sem ég sit með svona fuglarhæðu hár og ranta, sko. Já, það er ákveðin dýnamík í því. Já, það er akkurat með það að gerast, menn vilja freka sjá live-ið meðan það að gerast heldur en eftir á. Ég að vísa svolítið uppreistingjarn, ég vil frekar horfa á live-ið eftir á. Já, það eru margir sem vilja koma spurningum og að tjá sig á meðan, sko. Eins og núna, þannig að einhverjir að tjá sig. Já, ég sé það ekki. Nei. En ég sé ekki Stebbi með kjaft. Stebbi alltaf eitthvað. Stebbi alltaf að tjá sig. Ég styð það mjög að menn tjái sig. Já. Nei, hlustendur hafa gaman að taka þátt í umræðunum, sko. Já, alveg tímanlaust. En reyndar missi ég, sko, ef ég ger ekki hluti lengi á ensku rásinni þá dettur áhorfið meira niður og það aðeins erfiðar að fá upp snúning þar, sko. Já. Og reyndar hef ég bara náð miklu áhorfið þar ef ég hef verið í þessum hoax-slagsmálum, sko. Það vera fyrstur að Var ekki eitt vídeó sem að fór upp í hvað 16, 17, 18 stáð? Já, það var eitthvað sem fór alveg rosalega hátt. En þá maður komin á hættulista YouTube, lokið mann á mann og þeir taka náttúrulega monetizinguna af leið og þetta fer eitthvað upp, sko. Já, ég búin að slökka aftur monetizing hjá mér. Já, ég læta nú bara alla, sko. Ég ekkert svona YouTube-hatar eins og margir, sko. Ég meina, þeir að bjóða fram plattform sem að mörgu leyti mjög sniðugt, sko. Já, algjörlega. Ég ætla ekki að vera að setja út á þetta þannig. Ég mjög sáttur við þetta. En þeir eru alltaf með einhverja nýja pólisíur. Nú þeir að koma einhver svona community pólisíur sem vanir að stræka á menna á vídeo sem 2-3 á gömul, sko. Ok. Nei, ég tek afrit af öllu, ég er farin að taka afrit af mínu núna. Ég líka ætlaði að setja það öllu upp á Dailymotion líka sem afrit. Já, einmitt. Já, ég hef ekki haft tíma í þetta, sko. Ég hef ekki nefnt, ég hef bara nenningur. En það er nú bara ég tek afrit aðalega upp á þetta því að ég hef framleitt svo mikið efni
á svo stuttum tíma og ég hef áttað mig á því að sumt efni bara hreinlega man ég ekki einu sinni að ég var að fjalla sko. Já, ég á við sama vandamál að stríða. Og Ég með einhver 200, milli 200 og 300 vídeó sko, og megnið að ég löng vídeó sko. Já. En svona varðandi áhorf sko, ég alveg sáttur við mitt litla sko, það fjölgar áskrifendum jafnt og þétt sko. Það bara 6 vikur að ég horfði á áskrifendur og ég sagði, já, það ekkert að fjölga áskrifendum. Þá voru þeir 94 sko. Og svo tók eftir í morgun þeir voru komin upp í 121 og 2. Já, þannig að það svona, en þú veist, fyrstu frá því í vor, þá var ég bara með 20 áskrifendur sko. Í enskurásinni eða? Já, ég ekkert að spá þessu íslensku, ég ekkert að sinna það. Nei. Og það var markmiðið að hætta íslensku vídeóum sko. Það bara einhverjum 60 áskrifendur. Já, ensku. Sér að enskarásin fór eiginlega strax bara yfir í áskrift yfir íslenskurásin. Ég mjög sáttur, sérstaklega af því ég að presentera mitt efni á þann hátt sem ég gerir sko. Þegar ég horfi á að ég fá eitthvað 20-30 áhorf á eitthvað vídeó og ég svo bara, það er stein gaman. Áttu ekki von því sko. Nei. En svo veit maður aldrei sko, ég gerði vídeó, ég gerði það fyrir þetta Katero frá Chechnya og það var bara strax komið yfir 60 sko. Já, ok, það eiginlega þetta vinsæltefni í dag. Hann notar eingöngu Instagram til að tala um sitt fólk sko. Hver það segir? Katirov í Chechnya. Já. En ég með 271 vídeó á Frelsi TV. Og ég nú með miklu færri á enskurásinni. Nei, ég hef ekki áhyggjur af þessu með áhorfið. Það sem ég bara mér langar að fjalla okkur hluti og ég kemur þeim frá mér. Nú ég búin að dokumenta þessa pælingu. Já, herðu, vá, ég með 14.000 á Paris falsflagg og ég með 16.500 í Oregon. Ég hef ekki skoðað þetta svo lengi maður. Glæsilegt. Hey, ég heimsfrægur. Ég mist alveg af því, sko. Já, þetta eru svona bánsarar, sko. Svo misjað, sko, það sem ég til þess að ánægja með áhorfið mitt það að þessir fáu áhorfendur sem ég með, þetta tryggt fólk. Já. Þeir sem nenna þessu hráa efni sem ég að gera, þeir eru að koma aftur. Og þegar ég fæ 10 nýja áskrifendur, það var þannig í sumar þegar ég var að byrja að þá fóru 5 aftur. Ég fekk 10, 5 fóru. Í dag þannig að þegar ég fæ 10 þá 2 fara. Já, ég reyndar með mjög, þessi enskumælandi hópur svolítið öðruvísi. Þeir eru svona flott, haldt áfram, gott að þeir eru svona hvetja, sko. Íslendingarnir eru svona meira fíblið eitt annað, hvað enginn spámaður í Nasaret, sko. Já, það gaman að pæla í þessu, sko. Já, sko, margir halda þetta hreyfi eitthvað við tilfinningarlífi mínu. Þegar fólk að hrauna yfir mig, sko. En það náttúrulega bara, ég lærði það í skyndihjálp þegar ég var rúlingur. Þá vorum við að læra að synda marvaðan og fleira. Vorum að læra að bjarga drukknandi fólki og þá sagði kennarinn við okkur, sko, þið syndið svona að drukknandi manneskju en þið farið ekki beint að henni alltaf að bjarga henni, þið þurfa að vera að tryggja það að þið náðu yfirbúa manneskjuna því annars getið þið drekkt þér líka, sko. Já. Og þessi hugsun hefur komið oft upp í hugan á mér þegar menn að atast í mér, sko. Já. Þess vegna áður en ég fór í þetta sund, þá fór ég úr landi, sko, og kom mér í aðstæður þar sem ég gæti gert það sem ég að gera. Já. Og sko, ég held að Frelsi TV hafi í raun bara breytt umræðinni á Íslandi og nánast bara breytt landinu, sko. Ég gæti alveg trúa því. Og eins og þetta með, og stóru máli mín eru náttúrulega Sævarsmáli sem að ég upplýsti þarna
bara á einni nóttu og svo þetta með þýsisinn að valdstjórnin skipuleg glæpasamtök. Það að verða meira og meira bara viðurkennt í umræðinni, sko. Já, það varst þú að tala um það, var Þórdís að tala um það. Það að fara að vera meira áberandi í meginmiðlum og menn sé að tala um viðurkenna þegar við gaman að samsærum, sko. Já. og sumstaðar á Facebook og annað sem menn byrja að rýna í. Sko það náttúrulega fullt af fólki, ég á, þú ert að, Hafni að, við þrír erum með stóran hóp af fólki sem að spáir við erum endalaust að segja, þetta blekking, þetta spuni. Og svona laga smitar út frá sér, sko, fleiri og fleiri þora að fara að segja svona hluti, sko. Svo Hafni líka mjög góður í því að hann algjörlega fókus á, sko, lögreglustéttina, svo virkilega vel. Já. Ég fagna því að hann, sko, þú veist, sumir segja, hann bara alltaf að þessu, ég segi nei, þú veist, það engin annar að þessu. Og hann að nenna hamra á þessu, að halda okkur við efnið að fylgjast með spillingunni sem það, sko. Því eins og þú ferð í hitt og þetta, ég fer í hitt og þetta, en svo fyrir utan líka þegar hann ofta að halda okkur við efnið að fylgjast með alls konar blekkispunum með öðrum sem komið fjölmennum, sko. Já. Og það fleiri sem að byrja á þessu, sko. Það fleira fólk í tengslanetum okkar beggja sem að koma reglulega með ábendingum eins og ein vinkona okkar sem reglulega bendir á til dæmis hvernig fólk tengist innbyrðis í eilitunum, sko. Ég fagna því alltaf þegar hún kemur með þær ábendingar því hún svolítið klár í slíku grúski, sko. Já. Eins og með til að með eðvinnipælinguna í fyrrasumar. Þú veist, þegar það var greinileg spilling á milli landlæknisembættis og GlaxoSmithKline á Íslandi sem græddi á því þegar var farið að tala HIV-smitið frá einhverjum svertingja, sko, og svo 2 dögum seinna það komið bóluefni, sko. Já. Þú veist, jú, það var einmitt frá GlaxoSmithKline. Já, það einmitt gaurinn sem selur það, hann í nefnd á landlæknis. Þú veist, þetta var bara expósað á viku. Já. Hversu margir sáu það veit ég ekki. Nei, það sko, flest fyrirtæki með svona auglýsing- og markastarfsemi og fara á vörusýningar og fleira slíkt, sko. Og hernaðarkomplexin og lyfjakomplexin sem náttúrulega sama eitubraski, sko. Að falskir fánar og svona fjölmiðlaspunar þeirra vörusýningar og sölu markasherferðir, sko. Svo dettur mann í huga eins og bara með álverið í Straumsvík, sko. Það búið að vera vaxandi núna í 10 ár að óvild Íslendinga gegn álverinu og óánægja með virkjanafyllerið. Það vex þessi óánægja. Og þegar álverið fór að rífast við sína starfsmennum launakjör og verktakastarfsemi í haust, leið og þá kom fyrsta fréttin starfsmenn tilbúin að taka þátt í því að slökkva á kerjunum þessar 2 vikur sem það tekur. Það var bara leið sem menn út allt interneti voru farnir að tala þeirra að plana að loka álverinu. Já. Þú veist, menn voru enga stund að kveikja á spunum þarna baku. Þannig að þetta að aukast hröðum skref. Já, fólk líka, sko, eftir að ég byrjaði að skrifa sæjáp og spunar og líka þvæla við allar fréttir sem birtast á Vísir. Þá menn svona, það rennur ekki alveg eins ljúft í gegn spunin, sko. Nú, það eins og með hvað heitir það, þú veist, vindmyllurnar, það heitir núna, það alltaf að tala sem svona vindgarður, sko. Já. Eitthvað álíka. Og vindver. Já. Það að fjölga þeim röddum sem að benda á þetta spuni, það að segja að þetta sé tímaskekkja á Íslandi. Ég man ekki hvort ég hef eitthvað verið að skipta mér af því, en ég allavega á þeirri skoðun að vindgarður sé tímaskekkja á Íslandi og það náttúrulega tímaskekkja, sko, í raun það tímaskekkja að vera að nýta auðlindir ef ekkert situr eftir í landinu, sko. Fyrir utan það, sko. Fyrir utan það. Þá bara betra að við notum rafmagni sjálf í eitthvað fínir.
En þegar mennir segja það sé meiri orka sem fer í að búa til vindmylluna og halda henni við. Þessi 10 ár sem hún notuð, heldur hún að orkan sem kemur frá henni. Já, en svo aðrir sem segja það sé vitleysa, sko. Já, vindmyllur eru reyndar alveg snilldar tól, sko. Ég hef verið í vindmyllu þróun sjálfur, sko. Ég á þeirri skoðun, það bara mín persónulega skoðun, ég hef ekki sett mér nógu mikið inn í það að vindmyllur af þessu tagi séu tímaskekkja. Já, nei, það er reyndar ekki rétt, sko. Vindmyllur eru mjög góður orkugjafi og ég lagði fram lausnina á, sko, það er svo stór galli við vindmyllur að það virka bara þegar vindurinn er. Já, ég sagði vindmyllur af þessu tagi. Já, þess vegna var þessi lausn sem ég lagði inn í Landsvirkjun og þeir stálu að mér. Það er mjög fínt vídeó. Já, árans þjófanir, sko. Að ég er með aðra lausn, sko, ef það er ekki lón. Ég er með aðra lausn til þess að leysa sem sagt, í sambandi við vindmyllunar. Fyrsta lagi er ég með hentugri lausn heldur en þessi dönsku turnar. Og ég er með í raun meira brilljant lausn heldur en að nota lónin sem batteri, sko. Og ég er að vinna síði í Svíþjóð og reyna að fá einhverja peninga í þetta. En það er bara, það vill bara enginn gera neitt nema að fara í þennan heilbrigðis svikamyllu business, sko. Ef að einhver svona nýsköpunar fyrirbæri getur valið á milli einhverja læknistæki sem eru alveg, þú lest kannski lýsinguna á þeim og bara byrju hvað vitleysa er þetta, þú getur bara alveg setið upp við innstungu í klukkutíma, sko, eins og að nota tækið. Rafsegulbylgjur og eitthvað, veist, bara þetta er svona eitthvað bara kjaftaði, sko. Og þannig að menn hafa mestan áhuga á því að finna einhverja tryggingar líklega í kerfinu, sko. Þú meina rafsnákaolía? Já, bara hvað sem það heitir, sko, til dæmis þessi vírusblekkingaleikur, hann snýst það að búa til tryggingar líklega. Og þetta er allt saman fjársvikastarfsemi og blekkingastarfsemi. Þess vegna er alveg sama hvað þú kastar mikið af peningum í þetta læknakerfi, það er bara eins og að kasta olíu og eld, sko. Eða bensíni, olíu held ég að geti slögt. Þetta er enn eitt trúarbragðakerfið sem að spænir peningum. Já. Og gerir heilsu í raun miklu verri, sko. En það var nú einmitt þegar að sko, menn voru að byrja að segja svona, já, vindurinn er nú takmörkuð auðlind, sko. Við erum að komast í peak wind. Já. Þannig að það er ekki öll eitthvað sem eins. En ég ég fjallaði það í gær aðeins flötujörðina og kúlujörðina og blessa tunglið okkar. Já, þú svolítið heillaður á tunglinu. Ég er búin að vera að horfa svolítið mikið á tunglið, já. Og tunglið er heillandi. Já. Það er, sko, ég skil ekki þetta dagtungl, sko. Af hverju það er algjörlega svart öðru megin, því ég held að jörðin væri með endurskinn, sko. Þannig að það er eiginlega eitthvað sem ég botna ekkert í, að vera að viðurkenna það. Ég verð líka að viðurkenna það, ég var aldrei pælt í því að jörðin hefur endurskinn líka. Það verður að taka það með í reikningum. Já, þeir nefnilega nota, sko, þeir útskýra stundum að tunglið sjáist af því að það er endurskinn frá jörðinni, sko. Og svo var ég að sýna myndir í gær, ég skal sýna þér þær núna.
Ég alveg heillaður að þessari pælingu og svo byrja menn alltaf, já, þú ert flatar þar, það byrja allt þetta. Ég bara veit það ekki, ég bara að skoða þetta. En þessi mynd hérna, sko, hvað þetta? Sjáðu, það sem að skilur, hvað þetta? Og þessi mynd hérna, sko ég að velta fyrir mig hvort að báðir hópar hafi rétt fyrir sér, að þetta séu hálfkúlur. Skilur Þessi mynd hérna, eins og segi, þetta getur verið falsað, maður alveg bara, það ofislega erfitt að vinna, ég var nú að segja það í gær, það væri gott ef að Google myndi aðskilja skáldaða myndir og raunverulega myndir. Já. NASA myndi nú sannlega ekki samþykkja það. Ég meina, hvernig útskýrur þetta? Ég get það ekki. Nei, ég get það nefnilega ekki heldur. Sko, ég ekki með neina kenningu um tunglið. Svo ég sagt margótt áður. Meðan ég ekki komin með niðurstöðu, þá bara trúi ég opinberu skoðuninni. Tunglið og sólkerfið bara eins og okkur sagt að sig, þangað til annað kemur í ljós. Ég ekki með neina kenningu um það. Nei, einmitt. En ég hins vegar alveg sannfærður um það að það líf á hinum plánetunum. En það bara ekki eins og okkar. Já. Og vegna þess að við erum með of þrönga skilgreiningu á hvað líf og auk þess að við erum með of þrönga skilgreiningu á því hvað vitsmunalíf En þar líka komin náttúrulega út í svona mystík. Ég líka viss það að jörðin hefur vitund og sólin hefur vitund og vírusar hefur vitund og það allt saman. Sko. Því ég trúi að vírusarnir séu til. Sko. Já, ok. Ég ekki sammálaður með það. En ég viss að engi mótrök. Ég ekkert endilega viss það sko, að þeir séu það sem okkur sagt að þessu. Þar erum við alveg sammála. Já, já. Og ég trúi engu, sko, þú ert sekur þar til sannar að reynist, sko, þar til þú getur meðan að ég get komið með einhverja útskýringu, eins og, sko, meðan sagan, bara, tökum bara svona dæmi svo við talaðum með Árna Magnússon og að katólska kirkjan skrifaði söguna í 1000 ár, 1200 ár, keypt Rockefeller Akademía að skrifa söguna í dag. Meðan ég get komið fram með aðra sögu sem alveg trúanleg, þá hinn opinbera saga ekkert sannari heldur í mínum. Meikar þetta sens? Já, ég skil hvað það er. Þeir segja að vírusarnir séu þarna, þú segir að þeir séu ekki þarna, ég segi, ég veit ekkert hvað er þarna. Ég ekkert viss að þú verið rétt fyrir þér, ég ekkert viss að lækna mafían hafi rétt fyrir sér. Ég hef ekki getað alveg eins og með tunglið, ég hef ekki flogið þangað. Ég get ekki komist þangað sjálfur. Meðan að svo þá veit ég bara hvað ég sé á himninum, punktur. Ég veit ekki einu sinni hvort það sé ég sé á himninum, alveg eins og þú ert að sýna með þessum myndum, ég veit ekkert hvað þetta er. Ég veit bara að þetta er eitthvað sem ég sé, en ég veit ekkert hvað þetta er. Ekki neitt. Nei, hérna eru þessar dagtunglamyndir sem ég er að tala um, sko. Það, sko, ég hef horft á þessar tunglmyndir hérna og ég get ekki með nokkru móti skilið akkur það kemur ekki endurspeglun frá jörðinni á hinn helmingin á tunglinu, sko. Já. Meiri segja stundum sólin komin töluvert langt niður, sko. Já, eins og segi, þetta nú eitt af rökunum sem eru með flatjarðingar, sko. Þeir geta útskýrt þetta miklu betur heldur en kúlu. Já, sko, spurningin getur líka verið röng. En þetta alveg sem ég ætlaði að vera búin að gera ennst vídeó Venuskenninguna mína. Já. Ég þarf eiginlega að fara, ég bara gleymi því alltaf, sko, þeir eru búin að fara milli 20 og 30 ferðir til Venus. Já, einmitt. Já, ég hef heyrt hana hjá þér, hún er áhugaverð, sko. Já. En það eru svona myndir eins og þessi, sko. Já, en þetta getur verið Photoshop-effekt, sko. Áttan á því, þetta getur verið falsað, sko. Já.
það hefur komið fram sko Cup-kenning og reyndar maður leitar eftir Moon Cup þegar eitthvað svolítið að koma bara einhverja kettlingavörur sko. Já. Þannig að það er líka oft sko þegar þú ert spot on og þá er búið að sita annað inn á searchið sko, þannig að þú kemst ekkert að neinu myndum. Svo náttúrulega við ekki sko, þetta eru myndir sem eru teknar af NASA eða ekki, uppræðanlega. Þessar gætu hugsanlega verið teknar beint frá jörðinni sko. Já, ég veit, ég var að hugsa hana fyrir ekki. Ég átti við sko myndir sem eru teknar í geimnum, þær eru yfirleitt frá NASA-stofnun, Hubble eða NASA-ferðum eða eitthvað slíku. Já, það er að sama á það ég hef verið að leita að sko, það er engin einasta mynd til af jarðkúlunni sem er ekki Photoshop. Já. Bara eins og ég var að fatta þegar ég var að fjalla það bara þessu, þetta var UFO myndband sem ég var að gera þetta, fjalla þessum UFO pælingar að meira segja bláminn er litaður, myndirnar af jörðinni frá tunglinu, þær eru litaður, þær eru upprunalega svarthvítar þessar myndir. Allar myndir sem eru sendar utan á geimnum eru svarthvítar. Þær eru SGI, þær eru komið ekkert utan á geimnum. Já, fyrir það er skoðið, en þegar við byrjum að tala um þetta þá sprakk þráðurinn hjá okkur. En það sem ég langaði að segja, það var eitt nefnilega, ég man ekki hvað var. Nei, það skiptir ekki með. Já, Hafn er að segja einmitt að þú skilur vel hvað hann er að gera. Fáið sem skilja hvað hann er að pæla. Já, ég er mjög ánægður með það sem Hafn er að gera, mjög. Já, einmitt. Já, New World Order, TISA, sæstrengur til Evrópu, lokun álvera og virkjanaframkvæmdir. Okay. Svo. Það er bara svona, we are not there anymore, I'm not there anymore. Ég er hættur að spá, sko, í mínum augum er íslenska ævintýrið uppgert. Það er, þú veist, grautarskálinn í mínum augum er skýr. Svo kemur hérna hótun, ef að þið ætlaði að fara að kenna mér að jörðin sem flöt þá er ég farin og kem aldrei aftur. Ok, bye. Bye, see you. Það sem ég ætlaði að tala um í sambandi við NASA-myndirnar. Ég var eitthvað að grúska þegar ég var að spá í þetta með Venus fyrir vetur, þá var ég eitthvað að skoða eitthvað á vefsíður varðandi kínversku geimferðirnar. Sko meginmiðlar á Vesturlöndum fjalla aldrei til dæmis indversku geimferðirnar eða kínversku geimferðirnar, mjög lítið rússnesku geimferðirnar og ekkert minnst á japansku geimferðirnar. Sko Japanir hafa sent flaugar til tunglsins. Kínverjar eru búin að vera að því núna í svolítinn tíma. Rússar eru búin að tala að sko, þeir eru byrjar að þjálfa upp geimfara. Þeir voru í haust eitthvað að markasetja það, þeir voru með eitthvað 2 eða 4 konur þeir settu inn í svona gervigeimfar til að venja þær við, sko, til þess að gera eitthvað svona social rannsóknir á hvernig þið myndi ganga að vera í sko marga mánuði í geimnum í tengslum við eitthvað sem þið voru að pæla held í tengslum við Mars eða nýja geimstöð í sambandi við samstarf með Kínverjum. Því að Kínverjar eru, ég heldur síðan með geimstöð eftirlíkingu á gömlu míl. Þeir keyptu svo mikið að geimþekkingadóti frá Rússum sko. Já, ég held að þessar geimstöðar eru hóks sko, þetta, og ef þar eru að einhverju leyti þarna svamla þarna uppi þá er þetta helium-based drasl sem er hann í gangi. Það getur vel verið, bara sama aftur. Sko, mér finnst ekkert mál að trúa því að veruleikinn sé eins og mér sagt hans en trúa leið einhverju öðru leiðin. Mér finnst það ekkert mál. En kannski ég aðeins tali við, það er hugsanlega einhverju nýjar hérna sem að eru ennþá sem skilja ekki alveg konseptið í djúpköfunum að við veltum upp öllu sem að kemur í hugan á okkur sko. Og þótt að við veltum einhverju upp þá er ekkert endilega að segja að það sé þannig eða það sé hinn heila í sannleikur. Við erum bara að velta upp
Við erum bara að velta við öllum steinum, sko. Hvað heilagur sannleikur? Sannleikurinn blekking, ég gerði nú heilt vídeó það. Að að við hvetjum fólk náttúrulega til þess að en þetta svolítið merkileg viðbrögð hjá hans hlustanda, það bara hann greinilega taugafall bara ef það eitthvað vikið frá þessari kúlukenningu. Þá hann bara ekkert að horfa á réttar ás. Nei, en samt sko, fyrir mér öll viðbrögð eins og hjá Harmageddonum vinnum mínum að öll viðbrögð hjá fólki rannsóknar eða data fyrir mig, sko. Já. Og það svo merkilegt einmitt þegar maður fer að tala býttu nú við, þeir segja bara sjálfur að allar þessar myndir séu photoshopaðar, sko. Og hvað rosalega mikil dímonisering á móti flötu jörðinni, sko. Já. Og eins og ég segi, það þessar kenningar og þessi þýsi sem verður að leggja fram meðal flatjarðinga, það sem sagt það ekki svona rosalega mikið bein augljósar falsanir, sko. Og það meira svona bara að útskýra, sko, þeir að útskýra, sko, ef að mælingi sem hann gerði það sem þeir voru með tvö prik sem reistu og mældu skuggan af, sko. Já. Og flatjarðingar sögðu, sko, að því að fjarlægðin á sólinni röng, að þá ef þú ert með á flatri jörð þá getur þú fengið sömu niðurstöðu, sko. Þetta alveg valid punktur, sko. Já. En þá bara þetta bara frá djöflunum, sko. Já. Það rökin á móti, sko. Það sko, veruleiki svo afstætt fyrirbæri. Við erum ekki þarna lengur. Nei. Sko, en maður nú kannski sko, maður má ekki vera alveg orðin svo hátt upp í skýjunum og maður þarf aðeins að taka smá tillit til þeirra sem bara nutta stíðunar og bara hvað minnur? Þeir þurfa að vera á frelsitífi í nokkur ára og þeir koma yfir á GL. Já, það meina að ég þarf að sitja þú þarf að taka próf í fyrstu 100 þáttunum af frelsi. Það bara þú ferði ekki á GL fyrir þú búin með allavega 50 frelsitífi í vídeó, sko. Já, nei, og þá ferðu í gennum gólemskíuna, sko. Já, ég segi það aftur og segi það enn og segi það eitt skipti til að ég veit ekki, sko, ég veit að það sem okkur sagt jörðina rangt. Og þá ég að tala bæði flatjarðinga og hina búðirnar. Já, þetta bara veruleika módel, þetta ekkert annað. Þetta ekkert annað. Meira þess að liturinn sem þú sér, ekki annað. Þú ert að sjá fríkvensi á ljósbroti sem endurspeglar á einhverju efni. Það engin litur til. Já, þá spyr maður sig líka, sko, af hverju sérðu myndir í svefni, sko, hvað það þá? Nákvæmlega, sem bara flottur punktur, en eins og brúni veggurinn fyrir aftan mig, hann ekkert brún. Efnið fyrir aftan mig endurvarpar ákveðnu fríkvensi af ljósi. Já. En ég túlka það sem brúnan lit á þessu efni hana. En það alltaf gerast hérna í hausnum á mér. Þar fer úrvinnslan fram, þar hinn veruleikin. Og veruleikin algjörlega afstæður eftir því séu trúi. Þú sér skuggarhreyfing út undan þér og ef þú skegg þá ég var að sjá kött þarna labba. Já, það fyrirboði þetta þarna og fólk hugsar svona. Já. Þú veist, tröllin til þar til ég segi að við séu ekki. Já, sko, þarna hugurinn merkilegt tól. Frábært tól, mér langar að klára þarna punktinn á hann. Með sko japansku, kínversku og indversku, sko indverjar að skjóta, ég held séu búnir að því eða að plana núna í ár að skjóta geimferð til Mars.
Rússar eru búin að gefa það út núna bara fyrir nokkrum vikum ég held bara fyrir 1 að 2 mánuðum gáfu þeir það út að þeir ætla að senda hund til Mars og það voru mikil mótmæli það, þú veist, fólk var á móti því náttúrulega, eins og við vitum að hundurinn mun kafna borð á einhverju tímapunkti eða eitthvað, alveg svo fyrsti hundurinn sem Rússar skutu út í geiminn sem hét Laika, hún kafnaði í geimfarinu að uppi. Já, þetta nú klára. Að sko, já, börsið frá, þú veist, okkar misbrjáluðu kenningum, sko. Að auðvitað kolrangt að senda einhvern lifandi bíómassa til Mars áður en meðan við vitum ekkert þessa plánetu. Já, það borðleggjandi. En hvort sem við erum að senda lifandi hundi ekki, sko. En þetta nú svona þeir hafa fengið einhvern Disney markaðsfræðing til þess að selja vitleysurnar hjá sér. Já, það önnur saga, sko. En það sem ég ætlaði að segja það að þegar við erum að skoða myndir teknar úti í geim, þá erum við að skoða myndir sem eru teknar af NASA. Já. Og eru búin að fara í gegnum ritstjórnarskrifstofu NASA. Já. Og grafísku deildina hjá NASA. En hvaða myndir eru í boði frá indverska NASA eða kínverska NASA eða japanska NASA? Nota bene, það sem ég var að skoða, lesa mér þarna til í tengslum við Venus þarna í vetur, þá sá ég einmitt að það var eitthvað fjall minnst á að Japanir hefðu lent hjá nálagt einhverju geimdrasli sem að kaninn hefði skilið eftir á tunglinu. Þú veist, The Moon Rover og eitthvað svona fleira dót. Og einhverjum öðrum mælum, þú veist, þeir skildu eftir spegla á tunglinu til þess að geta sko fjarlægða mælt með leysigeislum. Og það meiri átt að vinna, sko. Það alveg meiri átt að vinna að framkvæma þessar mælingar. Og það búið að vera að gera það allar götur síðan að þetta var gert. Það var til dæmis einn geimfari sem að tók sýni, það var skilið eftir eitthvað tækjaðna uppi og svo þá var liðið eitthvað 3 ár, þá kom geimfari, hann keyrði á róföldum sínum að þessu tæki og þá kom í ljós að það var komið lífsýni þú veist, það var komin bíómassa. Og þá bara, já, þetta var merkilegt og svo tölum ekkert meira það. Þú veist, þetta merkilegt, það alveg örugglega til heilu dórandarnir þetta, já nei, við tölum ekkert meira þetta. Og alveg eins og með Japaninir höfðu tekið myndir af gömlum lendingarstöðum Bandaríkjanna á tunglinu. Nei, við tölum ekkert meira þetta. Það engar myndir í boði. Og varðandi myndir frá Kínverjum af þeirra lendingum þarna upp. Nei, þú færð engar myndir af því. Bara 2-3 myndir í boði. Það ekkert fjallað það til dæmis að í kringu 1960 og í svona 4-5 ár þá sendu Rússar talsvert af könnunarferjum til tunglsins. Þeir voru undirbúa hvort að þeir myndu vera með manna flugvanga. Og það má helst ekkert fjalla það að birta neina myndir af einu eða neinu sem þeir hafa verið að gera. Samt helmingurinn af Venusflaugunum eða 40% af Venusflaugunum eru rússneskar. Og nánast allar myndir sem eru til frá Venusflaugum eru rússneskar. Það fullt af hlutum annars sko, sem ekki verið að skoða, ekki verið að fjalla, sem vekur í rauninni með fleiri spurningar. En þetta ekki svo margar, síðasta mission successful var í 2010 eða hvað? Ég man það ekki. Þetta ekki svo margar, allavega, þetta successful, fyrsta successful 62. Frá NASA, eða? Það frá Rússum. Atlas, það væntanlega. Mariner 2. Það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Það 19 successful. Og 2 mostly successful. Venera, það NASA eða hvað? Ég held að Venera sé rússneskt. Okay. Ertu að skoða Venus? Ég að skoða list of missions to Venus. Það stæðist ekki. Laika var sendt út 59, það var þaðan Júri.
Fyrsta 61, það Sputnik, tæsjali Sputnik, þannig að en það var launch failure, sko. Svo Venera 1, Mariner 1, svo eitthvað 2 MVAF 1, NO2, Flyby, þeir ekki með Flyby, þeir með Atmospheric 2, og 1 lander, fyrsti landerinn successful 1972. Okay. Það Venera. Svolítið skrítið með þessar rússnesku geimflaugar, sko. Þú sér það, rússar allt í einu, hætta rússar við að senda mann til tunglsins, en fara að fókusa frekar á eins og þetta, skoða Venus, ég veit ekki hvað þeir hafa flogið til Mars, og svo settu þeir allt púður í geimferðina, sko. Í geimstöðina, Mir. Já, þeir voru með rosalega mikla vinnu í tengslu við Mir. Venera rússnesk, já. Og ég held að Kínverjar séu með Mir stöð þarna uppi, sko. Ég held að þeir séu ekki taka þátt í alþjóðlegu geimstöðina, sko. En það alveg rétt hjá þeir, sko, þær geta alveg verið að hangi í helíunni, því að sko, þær ekki úti í geimnum, þær inn í lofthjúp jarðar, þær inn í bíómassa jarðarinnar, sko. Já, ég sennilega að verða ónothæfur í umræður geimina, því að Það bara allt blekking, sko. Já, ég ekki komin lengra í sannfæringu en helíumbelgir í lofthjúpi jarðar, sko. Já. Ég ekki komin lengra út en það, sko. En sástu geimflaugina sem að einkaaðilar skutu upp og virtist hafa lent í einhverju fyrirstöðu? Nei. En sko, allar þessar, sko, það sem að við þurfum átt okkur á einu. Þú veist, mér finnst ekkert mál að líta á, þú veist, fyrir mér þetta bara eins og fantasíur. Og svo fantasía sem ég vel, sem módel bara svo fantasía sem trúverðugust á hverjum tíma. Ég meina það, þú veist, ég átti mig alveg á því að í nokkrar aldir þá trúði mannverur að jörðin væri flöt, himinhvolfið væri alvöru hvolf, stjörnurnar væri göt á himninum og alls konar svona. Og það var bara veruleiki í margar aldir fyrir fullt af fólki. Ok, þú veist, það allt í lagi líka, sko. Meðan þú getur ekki farið þarna og tekka á því hvað þarna, þá skiptir í rauninni engu máli hver þessi veruleiki Og þú getur verið með bæði módelin virk í hausnum, alveg eins og með kúlujörð, flatjörð, demantajörð sem uppáhaldsmódelið mitt. Ég mjög heillaður af demantajörðinni. Og ég sérstaklega heillaður af því hvað hún fittar vel inn í mörg af módelunum sem flatjarðingar að vinna með, en þeir get ekki sett sig við þau. Ég finnst svo gaman að þessu, alveg eins og með John F. Kennedy-kenninguna, að hún fittar alveg jafn vel eins og báðar hinar kenningarnar sem að fólk aðhyllast. Það það sem ég svo mikið að horfa á að þetta allt saman kenningar, þetta allt saman einhver veruleiki sem fólk samþykkir. Þú getur komið með þriðja veruleikann, þú getur komið með fjórða veruleikann og þetta eins og hugarmódel sem þú getur skipt á milli og því klárari sem þú ert í að skipta á milli módela. Þeim betri verður í að sjá í gegnum blekkingar, sko, og dáleiðslur. Vegna þess að því betri sem þú getur skipt á milli módela, þá ferðu að finna út þegar þú ert með innri hindran. Það að segja, þú veist, bara eins og ég nefndi einmitt í UFO-myndbandinu mín í morgun, sko, það engin munur í mínum huga á því þegar fólk segist hafa hitt geimverur eða þegar ég segist vera að rífa kjaft við englana. Það engin munur á þessu. Þetta bara sitt hvort túlkun á einhverju módeli, á einhverju sem að gerast inn í vitund. Já, ég algjörlega var sammála myndbandinu þínu í morgun, sko. En ég ætla að leyfa þessi myndband að spila hérna í rólegheitum meðan við spjöllum. Þú sér það ekki? Þetta er enga aðilar sem að skutu upp flaug. Glæsilegt. Og hún bara þrykkist í eitthvað og stoppar, sko. Eins og þetta fyrir hún á stað, séu það. En þetta getur verið feikað líka, sko. Já.
hún Hún tekur myndirunni niður eftir sér. Já, tekur myndir niður eftir sér. Á fluginu. Já. Svo lendur hún á einhverju, sko. Og snar stoppar, sko. Þannig að hitting the dome, það eru fullir að bara þessi dome, sko. Ég hef nú sagt hitting something, sko, séðu. Og það heyrist á hljóðinu líka, sko, klunk, veist, þegar hann hittir eitthvað. Nú er það með 2 myndavélar. Þannig að, sko, en ég tek það fram, þetta getur líka alveg verið blekking, sko. Já. Þannig að... Byrju, þetta Kópavogurinn? Það? Já. Já, það alltaf samsærið að Ísland tengist því, eins og með lendingun á Suðurskautinu. Eins og ég búin að sýna fram og það eru engin samsæri í gangi á Íslandi. Ísland samsærið. Já, það var... Já, sko, allar spurningar, allar pælingar jörðin flöt eða jörðin hnöttur. Þú er margótt heilt með að segja það að áður en Kólumbus sigldi til Ameríku, þá var jörðin raunverulega flöt. Og síðan varð hún hnöttur af því vitund okkar skapar þann veruleika sem við trúum. Og það samanber einmitt það sem ég útskýrði í UFO-myndbandinu að það ákveðin veruleiki sem í rauninni svona sniðmengi af öllum þeim veruleikum sem við sameiginlega erum að vinna með. Það svolítið, og það bara það bara stærðfræðilögmál, það ekkert annað. En við gleymum aðalatriðinu. Hvar byrjaði tíminn? Hvar byrjaði vitundin? Hvar erum við? Ég meina, við skiptir ekki máli, mér svo drullu sama hvort jörðin flöt eða kúla. Þú getur ekki sýnt mig fram á hvað var til á undan alheiminum. Þú getur ekki sýnt mig fram á hvað verður til á eftir alheiminum. Jafnvel þú maður fara út í, sko, einu sinni var ekkert til eða einu sinni var, allt þó hvar. Það allt í svona einn hringavitleysu með þetta. Hvar byrjar alheimurinn, hvar endar hann? Þetta ósvaranleg spurning. Já, þetta eins og ég var að tala um við í sambandi við Stefán Milieu, það þessi árans doppelstandard, sko, að það svona alls konar spurningar Guð, sko, skapaði Guð mannin eða maðurinn Guð og allt þetta, sko. Að, sko, ef að einhver gerir þessa kröfu ég að spila myndband fyrir Stebba, hann orðinn svo kröfuharður, kallinn. Það bara að rukka hann afnótagjöld. Ég veit ekki hvað hann að sanna með þessu, en hann benti á þetta að sko, það allt til að gera þessa kröfu á Guð, sko, en ef að þú gerir kröfu á vísinda trúarbrögðin, að þeir sanni hvort kom fyrst eggið eða hænan, sko. Þá einhvern veginn skauta þeir bara fram hjá því. Já, nei, það þarf ekki að ræða það. Að allt þetta dæmi sko, gefðu mér eitt kraftaverk og ég sanna fyrir restina, sko. Já. Það á nefnilega bæði við trúarbrögðin með Guði og trúarbrögðin með vírusi. Að gefðu mér eina mynd af ykkur og ég sanna þessi vírus, sko. Gefðu mér mynd af skýi og ég sanna þar búi Guð. Að það samnefnari í öllum þessum mannlegu. Ég meina, þú sérð alveg að þetta myndband búið til að manni sem með kynlíf á heilanum. Ég veit það ekki.
Hérna. Ég veit ekki alveg hvað Stebbi ætlar að sanna með þessu myndbandi, en ég náttúrulega gerir það sem að hlustendur skipa mér að gera. Já, það hugsanlegt að Stebbi sé kynsveltur og sé ekki að fá það kynlíf sem virkilega... Gáman, ekki fara í þessa deild, sko. Ég slæði á puttana þegar að menn hjóla í þig og ég slæði á puttana á þér þegar þú hjólar í hlustendur, sko. Nei, ég meina, þú veist, við sjáum þetta bara úr symbolismanum í myndbandinu. Þeir eru að gera skoðanakönnun hérna hlustendur okkar, hver trúir að jörðin sé hnöttur eða hver trúir sé flöt? Já, hvar er jörðin? Ég er bara að spyrja spurningar, sko. Ég líka, ég meina, hvað var á undan alheiminum? Hvar er alheiminum? Já, og það er við saman með Stórakveld, sko. Allt í hennu bara varð allt til úr engu, en þeir þurfa ekki að svara hvaðan kom allt efnið eða hvaðan kom allt efnið. Stærðfræðin, sko, theoretical physics er búin að reikna það út. Það er svo vísindalegt, sko. Það má gefast í vísindin. Já, en það er þetta double standard, sko. Ég hef ekkert að móti því að menn gerir kröfur og rökræði og segja, heyrðu, ég ætla nú ekki bara að trúa öllu hráu, en það þarf að leggja fram einhverja trúverðugar sannanir. Já, já. Og Nei, þú mátt. Tökum dæmi Miklahvell. Hann er mæltur út frá ljósbroti. Já, veit. Og nú er búið að sýna fram á að allar ljósmælingar eru skakkar. Já, svo líka veist að þeir breyta ljósræðarum einu sinni á ári. Þeir stilla tækin, núlstilla þau. Já. Þú veist, þetta er dýpbökka. Ljósræðin er afstæður. Ljósræðin er skálstæður. Hann er breytilegur. Það er bara, það er ekkert að marka mælingar út frá ljósræða og það er ekkert að marka mælingar út frá ljósbroti. Og eins og ég fjallaði í einu vídeo, ég hugsaði þetta verður nú eins og vídeo, það er nú eiginlega minnst áhorfa vídeóinu, þar sem að, þú veist, þeir tala background radiation í geimnum, þeir segja, já, þetta er svona endurspeglun frá Big Bang, það stemmst ekki. Þetta er background radiation varð til leið og öll heimili fenguði hérna microwaves. Prove me wrong. Já. En hérna... Sem er æðisleg kenning, sko. Já. Þetta er allt background radiation. Já, þú veist, menn geta búið til mælitæki, búið til eitthvað, sko. Menn er að tala sko, þú veist, alheiminum er haldið saman út frá þyngdaraflinu. Og þeir segja að þyngdaraflið er veikasti kraftur alheimsins og er lögmál. En þyngdaraflið er mismunandi, sko, þú veist, gravity 1 er staðallinn, en hann er mismunandi eftir, þú veist, hann er algjörlega afstæður og hann er ómælanlegur. Þú getur ekki mælt þyngdaraflið. Þyngdaraflið er algjörlega skálda. Og þegar þeir fóru að finna út að allur massi alheimsins væri mismunandi, sem Einstein var búinn að segja að það væri sko fastur efnismassi í alheiminum, þá fóru þeir bara að búa til mismikið af svörtu efni. Já. Black matter, antimatter. Já, og doesn't matter. Vísindin þrífast á mystískum veruleika. Já, algjörlega. Og er alltaf að pissa yfir trúarbröðin sem byggja líka á mystískum veruleika. Pissing in outer space. Blú, 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 blú. Já. Þú veist, og þú veist, þetta er svo, það er þess að ég sagði áðan þegar við vorum að byrja. Ég veit eiginlega ekki lengur hvað ég á að halda eitt eða neitt. Ég er komin á þann stað að ég er farin að sannfæra sjálfa mig að ég sé mín eigin ímyndun. Já, það er vandratað í þessu völundarhúsi. Maður má ekki villast, sko. En það er nú oft, ég segja nú stundum, sko, að því betur sem ég kynnist fólki, því vætna að þykir mér mann Jesú minn, sko. Já. Ekki það að mér þykir nú yfirleitt vænt fólk og vill þeim öllum það besta, sko, en... Já, you need to wake up. Já, eða sofa lengur, sofa út. En málið er það, sko, að... Þetta er náttúrulega með ykkurar innibyrðar, bældar kynlífsfantasíu sem ekki að fá eðlilega útrás. Ég held að þú og konaðinn þurfum að ræða við kynlífsráðgjafa. Já, helst væri best ef hann væri náttúrulega vúdúmentaður.
Já, einmitt. Þið þurfum kannski að slátra hænu og skvetta blóðinu yfir ykkur. Nei, það mikið járnvægi á þessu heimili í öllum málum, þar með talið kynlífsmálum. Þetta hljómar eins og sjálfsblekking. Já, það ekki? Hvort kom á undan ánægjan eða nautnin? Hvort ekki ímyndin. Schopenhauer sagði að allt slíkt væri bara svona hlíðarverkun í náttúrunni. En hvort kom á undan, rungið eða brundurinn? Já, það góð spurning, af fyrir eftir hvað þú staðsettur í tíma. Terence McKenna var einu sinni með alveg frábæra fullyrðingu í þar sem hann var að tala saman með honum hérna Ralph Abrahams og Rupert Sheldrake. Þeir voru 3 þekktir fyrir að tala mikið saman. Það hérna Rupert Sheldrake sem var hérna með Science Delusion á band TED Talk. Já, einmitt, gef mér 1 mínútu, ég ætla að sækja mér hérna. Segðu eitthvað skemmtilegt við hlustendur með hann. Já, ég ætla bara að klára að segja þetta. Baktalaði mig og kynlífsvanda okkar hjóna. Nei. Það bannað að debunka Axel langar til ég segja annað. Sko. Já, ok. Það bara, en fólk á efast allt, sko. Sérstaklega svona besservissir eins og okkur. En Terence McKenna, þetta var heldur 1982 eða 85, 6, eða 92. Man ekki hvernig þetta var. Þeir voru 3 saman í einhverjum fyrirlestrarsali í Bandaríkjunum að rífa kjaft og þá segir Terence McKenna allt sem ég að koma fram með, allar þessar kenningar og pælingar sem ég að koma fram með. Hæ, hvað segir þú? Hvað heitir þú? Sérðu ekki neitt að skjánum? Nei, pappið að það. Framtíða frelsitífi. Potten. Halló. Bíddu, hvað þetta? Hvað er þetta að gera? Þetta fikta. Heyrðu ekkert í mér? Hvað stendur? Super tíma. Halló. Dudu. Hello. Heyrðið ekki neitt í mér? Talið bara sænsku. You're taking over. This is Guðjón. Talið bara ensku. Okay, now go to mama. Já, Rupert Sheldrake sagði eitthvað og Ralph Adams sagði eitthvað sem var chaos-theory stærðfræðingur. Og svo segir hérna Terence McKenna. Já, þetta þess blessu börni mín. Já, þú varstu með headphone, þess vegna heyrðu þau ekkert í mér. Já, þau heyra ekkert nema. Ég var að reyna að tala við þau og þau bara ignoruðu mig. Einmitt, ekkert personal. Bara sagði það tilfinningar, sko. Já, nei, þau heyra ekkert í þér. Ég með tappana, sko. Ég með túrtappana hérna í eyrunum. Já, ég var ekki búinn að sjá það, sko. Já, svo segir Terence McKenna, hann var spurður og ákomið ykkur að brjálaði kenningu, hann var alltaf gaman að hlusta á kallinn, sko. En hann segir hérna, nei, sko, þessi hugmyndir mínar, ég ekkert að koma fram með það núna. Ég í raun að toga þér inn í fortíðina úr framtíðinni. Já, ok. Góður. Það var alveg, maður aldrei að tóma góðan. Já, það er svolítið skemmtilegt pæl hjá honum eins og með þetta, hann var að tala um að einhverja rannsóknarstofu hefðu haft mís í London, Tokyo og New York. Svo kendu þeir músunum í London eitthvað og þar í New York og Tokyo og pikkuðu upp lærdóminn, sko. Já, morphic resonance. Já, það er rosalega merkileg pæling, sko. Já, mér finnst hún mjög snjall og mér finnst svolítið gaman að henni í tilsjón af því að við erum kannski að koma fram með hugmyndir í dag, maður að hugsa eitthvað sem að maður hefur aldrei hugsað áður og maður hefur aldrei heyrt neitt segja, þannig að maður veit ekki til þess að neitt hafi hugsað áður og ég lendi stundum í þessu, ég kem fram með eitthvað sem ég veit ekki einmitt þetta,
ég hef aldrei hugsað áður og ég hef aldrei heyrt þitt tala áður. Og svo hendir maður því frá sér og svo reyndar kannski reksmaður á það að einhver hafði reyndar talað það fyrir kannski 20 árum. Ég var til þess að rekast á að ein kenning sem ég mjög heillaður af varðandi tölvuvitundina. Daniel Dennett var að, sem nú mjög vel þekktur heimspekingur og aðþýðisti, að hann var að pæla mjög mikið í fyrir 30 árum, sko. Þannig kemur alltaf að orðum, sko, vitund, hvað það, sko? Já, en sko, já, það sem ég ætla að segja að, sko, þú veist, tökum þetta bara, þú veist, tökum tölvuvitundina til hliðar, af því að, þú veist, það ekkert ný pæling. Það búið að gera heilu bíómyndirnar það, sko. En eins og morphing resonance pælingin, hún er mjög lítið þekkt sem hugsun. Að vitundin okkar, og nú ég til þess búin ofta að tala að líkami minn sé í rauninni eins og sálinn sé að þrýsta sér í gegnum filmu. Og að ég sé í rauninni tífalt til 100-falt meira, ég oft talaði þetta. Og líkami minn hér og nú bara myndbirting á einhverju íventi sem sálinn minn að framkvæma. Morphing resonance mjög skild hugsun. Ef við tökum, segjum að nú hérna 2 í heiminum í dag að fjalla skilda hugsun, ekki eins hugsun, skilda hugsun. Og segjum að það séu kannski 30-40 manns í heiminum að fjalla svipaðar skildar hugsanir, bara í mismunandi formi. Og þær grípa ekkert. Jú, það margir sem hlusta á Rúbert Sheldrake, en það mjög gaman að hlusta á hann og mjög vel málið farinn og hann búinn að tala þessa hluti í 30 ár og hann mjög skólaður í að útskýra þessa hluti. Þannig að við erum að horfa á, þú veist, eitt myndband með honum, 10.000 manns horfa á það, 10.000 manns að geyma þessa hugsun. Svo líður 100 ár, það líður 150 ár, og svo stuttum tíma allt í einu í gegnum sama módel og eins og í módelið nýsnar, allt í einu kveiki allir á þessu. Einhverju nýrri heimsmynd, nýju heimsmódeli. Heillandi pæling. Já, ég hefði bara áhuga á því. Spurning hvort ég fer fyrst eða þú fyrst, þú mátt ákveða. Hvernig skilgreinum við vitund? Hvernig skilgreinum þú það til dæmis? Eða þú mátt velja hver byrjar. Mjög einfalt, ég svaraði þessari spurningu 1992. Já. Þegar ég var að lesa orðræðu aðferð eftir René Descartes. Með Discourse on Method. Hann segir, ég hugsa þess vegna veit ég að ég ég mótmæli því og segi, ég skynja að ég er. Allt og sumt. Ok, sko, fyrir mér vitund, sko, hæfileikinn til að skynja og prósessa upplýsingar. Af því að sko, ef þú ert bara með vitund, en nærð ekki að prósessa upplýsingar, þá það, þú þarft að geta framkvæmt nokkra hluti sko, til þess að ná þessu sem að ég held að við skýrgreinum með vitund. Og og til dæmis ég ekki sammála þessum kenningum að allt minni og öll heilastarfsemi fari fram í heilanum sjálfum. Til dæmis ef þú eitthvað sem ógnar mjög mikið þá færði í magan en ekki hausinn sko. Og það mjög margt sem að bendir til þess að líkaminn hafi minnistöðvar. Að það ákveðnu vöðvar sem herpast við ákveðna minningar eða upplifa ákveðna hluti sko. Og þannig að heilinn virðist vera prósessor sem er bara að prósessa upplýsingar sem eru þá minningar og nýjar skynjanir og að einhverju leyti bylgjur sko. Þannig ég held að oft, ég er náttúrulega mikið pælt í þessu sambandi við patentmál sko, að allir þykjast vera að fá sömu hugmyndina á nákvæmlega sama tíma sko,
að eftir að hjólið kom inn í mengi mannsins þá fóru menn að finna hjólburur og bíla og alls konar græjur sko. En áður en að það stykki kom inn í myndina þá var enginn að fá þær hugmyndir sko. Að það líka sko það kom alltaf fram meira og meiri púsl í púsluspilið sko. Og við það breytist prósessorinn skilur og sko ég held að það sé frekar auðsannað og flestir trúa því eða flestir eru sammála því að líkaminn hafi svona einhverju leyti minni líka og þetta sem hann að tala að mís í London uppgötvað og það færist til músa í New York og Tókjó það hlýtur maður þá að áætla að sé eitthvað svona bylgju fyrirbæri og ég finna oft og hef fundið á ævinni oft minn mest kreatífi tími á milli svefns og vöku sko. Að ég hef unnið það mikið í kreatífu pælingum að ég veit hvenær best að fá þessa ekstra bylgjur inn sko, það mómentið á milli svefns og vöku. Þannig að ég held að það sem að menn tala sem eitthvað svona yfirskilvillegt eða eitthvað slíkt séu eitthvað svona bylgju processing. Það svona mín kenning. Já. En það er margt að því að tala með þetta processing dæmi svolítið skilti kartpælingunni. En ég á þeirri skoðun að ánamaðkur veit að hann til. En hann hefur ekki heilabrók. Nei. En Descartes kemur og segir hann veit ekki að hann veit að hann til. Og það er þess að sé mótmælum og segir það skiptir ekki máli vegna þess að hann skynjar að hann til og hann beitir aðferðum til þess að vinna með það og vinna úr því og vinna með það. Og ég segi þetta vegna þess að leið og Descartes skilgreindi vitund, þá skilgreindi hann sko mjög takmarkaða vitund. Hann skilgreindi, ég ekki að segja að Descartes hafi beinlínis haft rangt fyrir sér, ég vil segja að Descartes takmarkaði hvað vitund og einskorðaði vitund bara við sko hinn meðvitaða huga, hinn mælanlega huga, mannshuga, mælanlega mannshuga. Já, flestir nútíma vísindamenn fókusera bara á heilan sko. Já, sko þeir sko Descartes notaður sem svona grunn heimsbyggingur fyrir secular science og það til dæmis mjög algengt innan þess vísindaheims að til dæmis dýrin hafi ekki vitund. Þau hafi bara viðbragðsvitund. Þau hafi ekki sjálfsvitund á borðið okkar. Já, þarna það sko munur á vitund og þessari sérstöku tegundar rökhugsun sem að manneskjan hefur. Ég meina hvað hafa hundar fundið upp eða dúr? Já, það ekki neitt. Já, þú veist ekkert það. Já. Þú ert kannski að horfa á það frá þannig sjónarhóli. Hvað eru margir fílar í biðröð á patentstofunni? Það er allt öðruvísi hugsun á baku patentstofuna heldur á baku þessi fílar að pæla. Já, fílar til dæmis fundu upp kirkjugarða. Já, það eins og þeir nota grafreiti. Já, það eins og ég hef stundum sagt sko að menn alltaf að tala sér geimverur á jörðinni sem stýra og stjórna öllu. Ég alltaf lýst því yfir að það eru kettirnir sko, þeir stjórna heiminum. Að sko og þegar að En þú veist að það er miklara symbolismi. Að þetta með kettina. Ég dýbönkaði ekkert í fyrra, ég bara finn ekki aftur hvað ég gerði það. Gerði það á Facebook ekkert tíma. Þannig að þegar köttunum var bjargað og brennandi íbúð á Ásbrú.
Já, einmitt, já, það var Psyop, sko. En hérna, sko, einmitt þegar börnin tilkynntu mér að sonurinn sagði að hann væri Batman og dótturinn sagði að hún væri Superman, þá sagði ég að ég væri Lion Man. Og ástæðan fyrir því að ljón eru raun lifa miklu einfaldar og hamingju sem lífi heldur en við, sko. Já. En ég held að sko, þegar maður fer út í vitund, það alveg rétt svo að segja, líkaminn, við sjáum að líkaminn, hann hefur ákveðna vitund. Við sjáum líka að samfélag hefur ákveðna vitund. Og ég náttúrulega aðhyllist svolítið sálfræði Carl Gustav Jung sem fjallar að sko, ofan á egoinu consciousness, þessi ego ofan á consciousness og undir því síðan eitthvað sem unconscious, það segja vitund sem ekki meðvituð á neitt. Ég hef reyndar útfært það aðeins á annan hátt, á minn hátt, en því ég á þeirri skoðun á milli conscious og unconscious sé subconscious, en essentially þá þetta mjög, sko Freud var með skyldar hugmyndir og mér finnst þessar hugmyndir make a sense, nema Jung víkkaði Freud út og sagði, sko, samfélagið eða kollektífið hefur líka vitund, sem mjög, sko, menn eru ennþá að byrja að ekki eins og byrja að vinna. Meira en 100 árum eftir hann fór að koma fram með þetta og hann kom með mjög margar góðar mælingar á þessu. En sem sagt, ég vil meina að vitund, sko, af allt, mín persónulega skoðun að allt sé vitund. Allur alheimurinn sé ein risastór vitund. Mín vitund sé aðeins sneið innan hennar og hún sé síðan lagskipt. Ég trúi ekki á higher consciousness. Ég trúi því miklu frekar að þú tengir við annað consciousness. Já, það kannski sko þetta en ég mæli það ekki. Ég neita mér að mæla það. Ég veit að ég get mælt hluta af því. Ég veit að heilin í mér nemur þetta rauða fríkvensi og gefur því nafnið rauður litur. En það er bara ein lítil arða í stórri grautarskál. Já, en það er bara eins og með gagnagrunna sem þú veist náttúrulega mikið sko, að þú ert kannski með staðbundin gagnagrunn sem með megnið af gögnunum, sko. En svo ætlarðu að reikna gengi og þá læturðu rútínu skjóta eftir gögnum á nýjasta gengin og tekur henni gagnagrunnin og reiknar, sko. Já. Að við erum með stóran base gagnagrunn sem erum við, sko. Og það er það sem að ég held að er það sem að við köllum subconscious eða undirmeðvitund. Það er raun lýsing á gagnagrunni, sko. Og síðan prósessum við og þú veist að prósessor í tölvu virkar allt öðruvísi þegar hann er sjóðandi heitur eða hann er vel kældur, sko. Þannig að ástand okkar líkamlega og líðanlega hefur áhrif á prósessorinn sjálfan, sko. Og síðan höfum við gagnabanka sem eru jafnvel háðir, sko, eins og skjóta þarna eftir genginu, sko, eða skjóta eftir eitthvað svona litlum upplýsingum, sko. Já. Það eru þessi bylgjuskynjanir og það eru virðast vera missterkar að miða við tunglstöðu eða einhverja svona ytri krafta sem ganga eftir ákveðnu klukkuverki. Hvort sem að lýsingin á klukkunni sé rétt eða röng, þá eru ákveðin kraftar sem eru á hreyfingu í kringum okkur. Og það virðist hafa áhrif á aðgengi okkar af þessum viðbótar upplýsingum, sko. Já, eins og við getum líka verið misstilt og ég er alveg sammála, sko, þetta er mjög algengt að líta á, sko, þetta er búin að vera svona síðustu 20 ár vaxandi tilhneiging til þess að líta á, sko, heilabúið sem frekar processing unit eða úrvinnslustöð, frekar heldur en geymslustöð. Já, einmitt. Ég hef ekki mótað mér sérstaklega skoðun á því að og þetta er alveg rökrétt. Ég meina, er hjartað að geyma blóðið eða pumpa blóðið, er maginn að geyma mat eða vinna úr mat og svo framvegis.
Já, Þú veist, hendin að geyma þessu stöðu eða hún á hreyfingu? Þú veist, allt á hreyfingu á vissan hátt. Og ég er ekkert endilega meðvitaður það hvort vitundin mín sé, sko, þú veist, ég ekki fyrir skoðun að mín vitund sé bundin við efnislíkamann, ég líti á líkamann sem afleiðing af vitund. já, en svo getur já, klára. En þetta eins og með bíl, sko, meðan bíl, sko, ef ég fer út í bílinn minn, svona millega sem hann á verkstæði, veit alveg með sitt út af verkstæðiskostnaði í síðasta ári. Sko, það akkurat núna 20 lítrar af dísilolíu á tanknum. Og þessir 20 lítrar af dísilolíu duga mér til þess að keyra ákveðna vegalengd, duga bílinn til að aka ákveðna vegalengd. Það má líta á minni sem svipað fyrirbæri, sem fljótandi fyrirbæri sem til staðar fyrir þetta heilabú og meðan það ekki sinna sínu verki. Og þannig séð finnst mér, þegar ég að hugsa þetta með minnið, hvar minnið? Ég á þeirri skoðun að hluti af minninu sé bundið við efnisheiminn, að heilinn geymi minni. En ég lít ekki svo á að ég ekkert endilega háður því að það sé bara hér séu geymdar þekkingar á lestri og hér þekkingar á einhverju öðru, að heilinn hann kvikur. Hann með svona dýnamískar getu til tenginga innbyrðis. Ég ekkert viss að þessi fruma geymir þetta og þessi fruma þetta. Ég held að geymslan sé tengingarnir sem hægt að mynda. Að mynstur og tengingum og margar frumur samtímis geti myndað eins tengingar. Þannig ég lít á minnið sem meira fljótandi fyrirbæri sem sé aðgengilegt fyrir þetta unit, en bundið við það alveg eins og dísilolían bundin við olíutanki. En bíllinn bara tól fyrir mig til að komast á milli staða. Líkaminn bara tól fyrir mína vitund til þess að taka þátt í þessum efnisheimi, í þessari tímalínu. Já, en sko það eins og ef við tölum forritun aftur, sko, að þú getur búið til forrit sem að byggir gríðarlega mikið á lokal gagnagrunni. Svo getur við búið til forrit sem að byggir ekkert á lokal gagnagrunni, sækir allt út á netið, sko. Og sama með segul geymslu stöðvar, að þú getur sem sagt minnið, þú með langtíma minni sem eru hörðudiskanur og það dót, síðan ertu með skammtíma minni sem í notkun og skammtíma minni alltaf að áðuræta sig, sko. Og við virðumst að hafa svipa kapasitet, en síðan getur sko þróað forrit sem var punkturinn sem kom á hann, sem sko byggir allt á lokal gagnavinnslu eða það byggir á utanaðkomandi gagnavinnslu. Og sama held ég að þú getur þjálfað processing unitið að byggja allt á lokal gögnum, sko, eða allt á utanaðkomandi gögnum, og þessna sérðu eftir hvernig fólk þjálfar prósessorstykki sitt og þar með að móta rásirnar í prósessorunum, og þú getur mótað hana svolítið sjálfur hvernig hún virkar. Þessna sjáum við mun á næmni fólks fyrir utanaðkomandi gagnavinnslu. Sumir virðast hafa þjálfað sig mjög mikið í svona utanaðkomandi gagnavinnslu og aðrir eru bara í lokal, sko. En hins vegar með minnisgeymslu, sko, að ef að frumurnar myndu geyma minnið í líkamanum, þá ætti þeir sem að tapa hendinni að tapa hluta minninu, sko. Þannig að það ekki þannig sem það sko. Ég ekkert, já. Og þá komum við aftur að eins og með kenningum jörðina eða efnisheiminn, þar sem að menn ramba frá að allt grjót og yfir í að allt rafmagn, sko. Allt bæði? Já, ég sammála því. Ég held að allt sé bæði, og sama held ég með vitund og okkar gagnageymslu og gagnaprósessum og allt þetta, að sko það ekkert svona rétt og ránt, sko. Það sko
það svo margbreytilegt, sko. Þetta alveg eins og bara við höfum verið að ræða ljósið og þú þekkir nú örugglega kenninguna mín ljósið að ég veit nú alveg að þú sagðir að ljósið var ekki til. Ég grípi þig áður og byrja. Mín kenning það var á hókstímanum mínum. Mín kenning svo að birtan sé partur ljósinu jafn mikið eins og myrkrið eða dimman sé hluti af ljósinu og að tvælætið sé núllpunkturinn en við erum alveg uppi það núllpunkturinn sé almyrkvið en sko ljós mér finnst mjög heillandi hugmynd að sko það sem kom mér að stað að hugsa þetta var menn að hugsa ljósið bylgja eða eind en það hægt að mæla það sem bæði og þá sagði ljósið eitthvað þriðja en það getur birst sem bæði eind og bylgja og þá erum við komin út í það að ljósið afleiðing af einhverju sem gerist alveg svo hljóð afleiðing af einhverju sem gerist og ljós alveg eins og hljóð þarf að ferðast í gegnum eitthvað ljós til dæmis, hljóð fer mjög hratt eftir því hvort það í vatni eða lofti til dæmis og það alveg augljóst bara til með við þetta alveg eins og það að hendi getur skikkt á ljós þú getur lokað ljós inn í húfunniðinni ef þú kveikir á vasaljós og setur húfu utanum kemur ekkert ljós í gegn það segir sig sjálft að ljósaðir ekki svo samur út í geimnum eins og hérna niður á jörðinni til dæmis hann getur ekki verið konstant og þannig að við erum komnir bara alveg sem þetta hvar alheimurinn sko hvar vitundin hvað vitundin það svo erfitt að þreifa á og segja að það þetta en ekki hitt. Ég vil miklu frekar segja að það bara þetta allt saman en birtist á mismunandi hátt. Já, en við vitum hins vegar að sko myrkrið þarf enga orku til þess að halda stöðu sinni sko. Hvernig veistu það? Já, það mjög góð spurning. Mælitækin það lítur rosalega mikið þannig út sko. Mælitækin eru hönnuð til þess að mæla birtu en ekki dimmu. Já, við getum tekið bara til dæmis þegar ég sit í svörtu herbergi og ég kveiki á eldspýtu sko. Hvernig virkar neikvæð orka? Já, hvað neikvæð orka? Ef ris plús og dýfing mínus og nú erum við að kafa, sko, við erum að dýfa, við erum illandi mínus, sko. Nei, ég meina, hvaða orka það? Já, ég meina, til þess að hafa hljóð þarf ég ekki að gera neitt og til þess að hafa myrkur þarf ég ekki að gera neitt, sko. Já, sko, hvað núllpunkturinn? Já, hvað þið fullkomna jafnvægi? Já, það náttúrulega bara eins og munurinn á milli Fahrenheit og Celsius sko, að í raun eru það bara 2 mælikvarðar á eitthvað fyrirbæri frá það kaldasta sem við þekkjum og yfir það heitasta sem við þekkjum og ég kannski ekki að velta upp mælikvörðum sem slíkum sko, heldur þessum bara simple observations. Segjum að þetta hérna sé leiðsla og fyrir kveiki á eldavélinni og stilla hann á 3 þá byrjar orka að fara hérna á fleygiferð þess átt til að hita pottinn en ég bara með rofa til að fara frá jafnvæginu, núllinu upp í +3 hvað ef að það væri til rofi til að fara í -3 þannig að orkan fari í hina áttina hvert myndi hún þá fara og hvað myndi hún taka? Spurningin raun? Já, ef að ég kveiki ljós Þú meina þegar þú slekkur á myrkrinu? Já, ok hvaða orku öðruvísi en að pissa á eldspýtuna hjá mér eða brjóta peruna ef við tökum það út úr möguleikunum hvaða orku eða aðferðum getur beitt til þess að taka út ljósið? Við skulum orða þetta svona að ef þú tekur herbergi og býr til rými inn í því
og þannig að ekkert ljós kemst þangað inn. Þannig að engin birta kemst þangað inn. Hvenær breytist það í svarthol? Hversu lengi er það að taka þá orku sem flæðir inn í svartholið þangað til að verður svarthol? Alveg eins og ljósið sem fer út. Hvað kemur inn? Já, ég trú ekki á svarthol, sko. En sko, eðlisfræðin til að mæla þetta er ekki til. Kannski, og það sem ég að segja er kannski vegna þess að við höfum ekki leitað hana uppi og fyrir vikið höfum við mistað einhverju. En þetta er mjög athyglisverð spurning fyrir mér. Þetta er fyrst og fremst sett fram sem spurning í rauninni. Þó þetta er sett fram sem fullyrðing, þá er þetta spurning. Hún vekur svo margar spurningar sem að mér finnst vera svara verðar. En ég hef ekki þekkingu að getu til að rekja hana námi. Sko. Nei, en ef við tökum þetta fyrirbæri sem er myrkur, sem að við allavega upplifum, eða ég upplifi sem ástand sem að þarf enga orku til að framkalla, sko. Hvað er það? Þetta myrkur? Og ég kaupi ekki, ég er ekki sammála þessum kenningum svartholið og einhverja get ég, minn þýsus er að myrkrið sé hlutlaus null, það liggi engin orka í myrkrinu. Ég held að það sé neikvæð orka í myrkrinu og ég held að það sé ástæðan fyrir því að alheimurinn leitar eftir jafnvægi og milli ljós og myrkurs. Hann leitar eftir því að á móti myrkrinu sé að það komi bæði myrkrastundir og ljósstundir. Við sjáum að heimurinn sækir í það jafnvægi, en við sjáum samt að það eru til verur sem geta lifað í algjöru ljósi og það eru til verur sem geta lifað á 2 kílómetra djúpum hafsbotni undir gríðarlegum þrýstingi í algjöru myrkri. Það eru til moldvörpur sem geta lifað ofan í moldinu. Sko. Ég veit svo sem ekkert nema þær getur verið jafnvægi á móti einhver öðru. Sko. Af því hérna erum við svolítið á mörkum þess sem að heitir sko, skammtakenningin eða skammtafræði, quantum physics, quantum whatever. Sko. Já, hérna erum við með vísindamann sem hlustanda sem að mæli með að við skráum okkur í eðlisfræði áfanga. Já, ég meina ég átta mig alveg á því að hlutirnir sem við erum að tala eru ákveðin uppreist gegn hinu viðurkenndu vísindum og það er viljandi gert. Já, eins og við höfum náttúrulega sagt að form þáttarins er það að við erum bara að velta við steinu, við erum ekki að gera statement. En hann segir hérna líka að þið þurfið ekki að trúa á svarthol, þau eru staðarind. Getur hann sýnt fram á mælanlega sönnun fyrir því? Ég trúi ekki á fyrirbæri svarthol. Sko. Það er ekki til nein sönnun fyrir því að svarthol sé til. Nákvæmlega. Þau eru algjörlega kenning. En þau eru samþykkt kenning sem sannleikur. Já, eins og Guð. Það er samþykkt í kaþólska, í trúarsamfélaginu er það viðurkennt vísindi að Guð sé til. Það þýðir ekki samt að það sé sannarleg vísindi. En hérna, hann talar þess vegna er jákvæð og neikvæð orka, opposite charges attract, similar charges repel. Neikvæð orka hlýtur að vera orka sem fyrir hina áttina, þannig að plús orka og neikvæð orka hljóta að vera gagnstæðar. Það þýðir að til eru vísindi, það er hægt að búa til vísindi sem kveikir á rafmagnshellunni í öfuga átt, þannig hún taki orku úr því rými þar sem hún ert að elda mat og sígur hana inn í eitthvað annað. Alveg eins og lokaða rými sem ég talaði áðan, byrjar að soga til sín neikvæða orku. Ef svarthol eru sannanlegu veruleiki, þá mun myndast svarthol inn í þessu lokaða rými. En það er kannski of lítið til að nemar geti skynjað það. Ég tala nú ekki ef enginn reynir að búa til nemana til. Allir nemar sem til eru hafa verið smíðaðir vegna þess vilja að búa til nema til að mæla eitthvað sem eru sannfærðir að sé þarna. Samanber til þess að mæla hitastig, mæla orkuflæði og menn eru ennþá að reyna að búa til nema til að mæla gravity. En það er ekki hægt, gravity er ekki orka, það er afleitt. Já, hérna kemur vísindamaðurinn með ég get alveg sagt að ég trúi ekki á sólina
það eykur ekki trúverðurleikann þó að ég segi það. En ég hef sagt það margoft að sólin er ósýnileg fyrir utan glampann sem við sjáum á glerþakinu okkar. Við sjáum aðeins 6% af sólarljósinu. Já. Við höfum ekki hugmynd hvað raunverulega er á bakvið sólina. Hún gæti verið til dæmis 90 sinnum stærri en við höldum hún sé. Bara vegna þess að við sjáum bara 6% af ljósinu. Ef við sæjum allt sólarljós þá myndum við fuðra upp eins og skot. En svarthol er einmitt mjög gott dæmi fyrirbæri sem að er trú. Það er engin sönnun til fyrir svartholi. Ekki frekar sönnun fyrir tilvist Guðs. Svarthol er náttúrulega partur af theoretical physics sem er guðfræðileg eðlisfræði. Já. Það er það sem orðið þýðir. Physics þýðir efnisfræði eða eðlisfræði. Ég gleymi því. Physics er eðlisfræði. Nei, efnafræði ekki. Physics er efnafræði eða eðlisfræði. Það er chemistry sem er efnafræði og physics er eðlisfræði, Þannig að theoretical er guðfræðileg eðlisfræði. Það er það sem orðið táknar. Já, en hérna lýsir hann í myndband það sem að Tyson útskýrir svarthol og ormagöng, en það er alltaf gefðu mér eitt kraftaverk og ég sanna fyrir restina Þegar þú ferð ofan í þessi vísindi þá myndu alltaf finna einhvern veruleika sem er tekinn sem gefinn. Já, eins og með Guð. Hann er tekið til þess að byggja þessa trúarbragðakenningar, þá er það gefið að Guð sé til. Já. Allt sem ég hef lesið Big Bang Theory er lýsing á nákvæmlega því sama á Biblían lýsir. Eini munurinn er að það er búið að taka Guð út úr myndinni. Já. Þess vegna er þessi... Má ég bæta við að það er í greinu. Og mér langar að taka það fram, af því ég veit ekki hvort ég fjallaði þetta áður. Þetta er ein kenning. Ef mannkynið virkilega svona ímyndunarríkt, að það er bara til ein kenning tilvist alheimsins. Að í upphafi var myrkur, svo var ljós og allt var til. Er það allt og sumt? Veist? Og svo restin eru bara svona mismunandi debate einhverja baunir í grónaskál. Fyrst var egg og svo kom hæna. Já, þetta er það er svolítið athyglivert eins og með vírusþýsisinn minn að vírusar séu ekki til, að ég hef í 1 eða 2 ár auglýst eftir sönnunum fyrir tilvist vírusa sem að eru þá ganga lengra heldur en fullyrðingin það að Guð sé til. Að ég óska eftir, ég get tekið mynd af ykkur og sagt þetta er mynd af Guði, Ég get, hérna er mynd af Guði. Og ég get búið mig til einhvern rafeinda búnað sem býr til einhverja myndir og ég sagt, já, þetta er allt saman myndir af Guði. Fyrir mér er það engin sönnun, þetta er bara skoðun þín á einhverju sem þú varst að taka mynd af, sem getur verið bara hvað sem er í raun. Og það getur litið út sem Guð eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki, en þetta er bara mynd sem þú tókst eitthvað og þín túlkun á því sem þú sást á þessum mynd eða það sem þú gerðir, Og sama er með vírusana, að vírusarnir eru bara eitthvað svona mynd og allt sem byggir á þessari mynd eru bara skoðanir manna á því sem er á myndinni. Og það hefur enginn komið ennþá á þessu 1 eða 2 árum og það var nú sem vísindamenn heyrt minn thesis. En menn er alltaf bara að vísa í hvern annan. Þessi sagði og hinn sagði og þetta hlýtur bara að vera svona og svo er annað að þessi útskýring hérna mynd úr lífsýn úr einhverjum einstaklingi með einhverja veiki og þetta er vírus sem heitir þetta og það er bara það er ekki að ræða það neitt meira en það er ekki skoðað að þú getur hugsanlega náð sömu mynd með eitur áhrifum eða það sem margt sem getur gerst sem að framkallar nákvæmlega sömu mynd Já, maður veit aldrei hvað er sýnt og hvað er falið,
Já, ég meina, ef að vírusar eru til, þá hlýtur að vera til sönnun fyrir til. Já, sko, þetta er aftur spurning altruismann, sko, ef það er ákveðin gengi, ákveðin klíka, sem að segir, heyrðu, það eru, tökum blóðgjafir eru æðislegt fyrirbæri. Við vitum að blóðgjafir bjarga mannslífum. Því er haldið fram svolítið. Við vitum að þegar læknirinn heldur því fram að þú þurfir blóðgjöf til að bjarga lífinu þínu, að þá jafngildir það sjálfs dauðadómi eða dauðadómi í barninu þínu eða hafnar blóðgjöf. Já, hérna kemur einmitt lína sem þú verður að heyra. Það eru ekki allir vel gefnir í öllum efnum, þó þú skiljir ekki rökfærslu vísinda, þýðir það ekki að þær eru rangar. Þó að þú skiljir ekki útskýringar mínar á hennu guðlega eðli, þá þýðir það ekki að Guð sé ekki til. Nákvæmlega. Nei, sko, eftir því sem að ég geng þennan veg lengra, þá er þýsisinn minn að vísindi eru trúarbrögð að sannast betur og betur. Sko. Það enginn áhuga því að vísindi eru trúarbrögð. Já. Ég var tökum þetta með blóðgjafirnar. Við þekkjum nefnilega þennan áróður. Þú voru alveg heyrt í mér áður. Ég er búin að vera að halda því fram að það séu nákvæmlega sömu blekkingar á baku blóðgjafir eins og við bóluefni. Já, með mitt. Þessi sama klíka, sama módel. Ég er að vísu ekki búin að rannsaka ennþá hver að græða á blóðgjafamódelinu. Við vitum hver að græða á bólusetningamódelinu. Og ég er ekki búin að ég var betur inn í þessu málum fyrir 20 árum, þetta niður í dag. Ég er svona að byrja að setja minni eins og liti aftur. Bara á mínum hraða. Þegar ég var að rannsaka þetta fyrir 20 árum, þá kom í ljós að okkur var bara sagt frá þeim blóðgjöfum sem bjargaði mannslífum. Okkur var aldrei sagt frá þeim blóðgjöfum sem drápu fólk. Já. Og það eru nákvæmlega, sko, fyrir 20 árum þá var algjörlega fyrirfram vitað, það var 50-50 séns á blóðgjöf myndi drepa þig. En það er aldrei sagt frá því. Og það er þetta sem að heitir, sko, lygi með úrfellingu eða lying by omission. Þegar klíkan á bakvið þessi vísindi þegir yfir óþægilegri þekkingu. Og þegar ég er að tala um þetta, þá er ég líka að tala um, sko, þú getur tala við, segjum að það séu 1000 læknar á Íslandi. Segjum að 90 þeirra eða 900 þeirra viti ekki það sem ég er að tala um. Það séu bara 10% þeirra sem viti þetta. Hinir trúi bara því sem að þið lási bókinni í skólanum. Trúi því sem stendur í læknatímaritum. Trúi því sem stendur í Lancet eða í einhverjum medical databases. Þetta er fullt af online medical databases sem að jafnvel leikmenn geta fengið aðgang á. Ég með aðgang á 1 eða 2 þeirra. Já. Það er það sem er gert í svona köpulum og það er einmitt þessna sem fólk eins og við fyrir að grúska í samsæriskenningum af því við rekum okkur á að það er alltaf einhverjir hagsmunaaðilar sem græða á því að ljúga með úrfellingu. Eitt skemmtilegt sem kom upp nú daginn. Það var manneskja sem var að rífa kjafti einhvers staðar sem að gerði sig svona óbeint að kjána. Og það voru 2 aðilar sem svöruðu henni. Og hún tók einhver tiltali og gerði sér bara meira að kjána. Og endaði með því hún var alveg brjáluð og lagði þá sem að höfðu reynt að leiðbeininni í einelti með alls konar alveg jós úr skálum, sko, svívirðingarnar alveg dundur fólki í einkaskilaboðum. Síðan leið einhver 1 eða 2 dagar og það var verið að ræða eins þetta einhvers staðar og það var manneskja sem fór að skoða þennan þráð. Og hún sagði, heyrðu, býttu, þið voru að leggja hana í einelti. Já. Og heyrðu, þá var hún, eftir að hún var búin að gera sig að fíbli, þá fór hún og eyddi út færslunum þar sem hún kom upp sjálfa sig. Þannig að þráðurinn leit út eftir á eins og hún hefði verið lögð í einelti á vondu fólki. Já. En í rauninni laug hún. Og svo gengur hún og talar aðrir ljúgi. Margur eldri mig sig. Og það er ofsalega mikið þetta í okkar veruleika. Að fólk er búið að mennta sig í skóla, setja sig inn í einhver vísindi og trúir þeirri mynd sem er því selt, því er ekki kennt.
í skólum eða í vísindum eða akademíunni að gagnrýna það sem verið að kenna því. Nei, en það kemur sko, til dæmis að þú skoðar öll læknavísindi og uppgötanir í læknavísindum og vírusum og fleira slíkt eða í geðlækningum, þá þetta allt saman með tryggingalíkil sko. Það er beint samhengi á milli tryggingalíkla og veikinda sko. Sko allt sem segja þarf til dæmis geðlækningar með lyfjum, það dugar að segja meðan að þeir geta ekki búið til ástverdrykki, þá geta þeir ekki lagað þunglyndi með lyfjum. Vegna þess að bæði þunglyndi og ást tilfinning og kemísk tilfinningastarfsemi. Og ef að þú getur lagað þunglyndi með lyfjum, þá getur þú líka látið fólk vera ástfangið með lyfjum eða hætta við ástfangið. Og kannski ættu þeir að reyna það, kannski roksala fyrir fólk sem að hætta í ástarsamböndum að geta bara tekið lyf við ástarsorginni. Já. Nei, hvaða vitleysa þetta nú í þér? Hugsaðu bara málið, þá sérðu að þetta algjörlega rökrétt. Og ég til þess mikill aðdáandi Stephen Hawking, minnst hann algjör snillingur, kallinn, minnst hann algjör snillingur. Ég las sögu tímans 1991 eða 2 og ég las líka bókina fyrir 3-4 árum, kenningunni allt saman. En leitin að kenningunni allt saman, kenningunni, eða allsherjar kenningunni, en maðurinn algjör snillingur í hugsun. En þegar þú ferð ofan í skrifin hans, þá rekur þig alltaf á því að hann með undirstöður, undir sínum útreikningum, þar sem hann gengur út frá ákveðni heimsmynd sem gefinni. Og maður spyr sjálfan sig, áttar hann sig á því eða hann að taka þátt í sama kapal og allir hinir? Þetta snýst ekki það hvort að ég skil útreikningana fyrir afstæðiskenningunni. Ég skil það alveg. Ég alveg lesi svona bækur, en ég sé hver að það sleppt úr. Og það sé ég, og meðan ég sé að það sleppt úr, þá leyfi ég mér að koma fram með hugmyndir að kenningum, vegna þess að ekkert uppgötvast nema hugmyndin vakni fyrst, því að þegar menn fara að leita að því hvort þeir geta sannað eða afsannað hugmyndina, þá byrja menn að brjóta nýtt blað í þekkingu. Já, það eins og starffræðingur lagði fram starffræðilega sönnun fyrir því að samsæriskenningar væru allar rangar. Á hvaða lyfjum var hann? Ég veit það ekki. En það svona 2 + 2 eru bleikt starffræði, sko. Já. Reyndar getur rökstutt að 2 + 2 eru blátt, sko. Já. En það já. Nei, hundar eru byrjað að reka eftir að pissu tíma. Nei, fyrirgeðu, þú getur sannað að ég gerði smá starffræði skekkju. Þú getur sannað það að 2 + 2 eru gult. Já, ok. Þú getur sannað það að 2 + 3 eru blátt. Mér finnst þetta mikilvægt átt að segja á því. Fólk aðhyllist mismunandi veruleika og síðan aðhyllist að mismunandi mengi af rökum fyrir sínum veruleika. En það sem ég og þú erum að gera, bæði sitt í hvoru lagi og saman, að veffengja alla veruleika til þess að aðtökur finnum einhvern veruleika sem stenst. Truth stakes. Já, raunveruleika stakes. Truth blekking, sko. Já, truth bara hugtök yfir metafísisk fakt. Já, það mitt. En ég hef svolítið veltið fyrir mér, það er hugsun sem alltaf að koma til mín aftur og aftur og það er þessi pæling að síðasta sem fiskurinn fattar hann býr í vatni. Mér finnst það æðisleg pæling. Ég á því að við búum í þykkara efni heldur en við upplifum. Það sem þeir kölluðu íter eða íþer. Eða hvað það er. Ég held að Já, þú ert að hugsa ljósvakan. Já, nei, ekki út frá ljóspælingunum. Nei, ljósvakin í þér. Já, ég sko, þýsisinn minn að við lifum í meiri vökva heldur en við áttum okkur á. Já, ég skil þá pælingu. Ég kem ofta að skildri hugsun, sko, þetta alveg eins og til dæmis með, sko, þegar ég áttaði mig á því, ég sáttu við vitund, ég er ekki sannfærður að ég sé lifandi mannverð. Já. Okay. Ég er ekki viss. Ég er ekki 100% viss, nema ég sé heilabú í einhverju geðsjúklingi einhvers staðar.
Já, við getum fengið vottorð upp á það reyndar í 5 mínútum báðu 2. Sko, ef við hugsum okkur að í heilabúinu á mér séu 1 trilljón heilafrumna. Ég veit ekki hvað heilafrumur eru taldar að vera margar. Þú getur googlað það. Þú veist bara, count of brain cells. Já, það beside the point. Segjum að þessi milljarður heilafrumna í heilabúinu. Bara, til að gefa okkur einhverja tölur. Að fólk elskar tölur. Ég lendi stundum í því að menn fara að vitna í einhverja tölur þegar þeir rífast objective reality og svo endar það því þegar maður fer að svara þeim að þeir skilja ekki hvað maður að tala af því að þeir skilja bara tölur. Þeir eru aldrei upp í steinrunni mælanlega veruleika. En hann bara lítið subset af öllu sem hugsanlegt. En ok, segjum að þessu milljarður heilafrumna í heilabúinu á mér núna. Ok? 1000 milljónir. Það reyndar að opna nýja ormagrifju, þeir eru ekki sammála hvað þetta mikið. Já, það skiptir heldur engu máli. Þeir eru að tala billjónir fruma. Já, ég hef heyrt talað mismunandi tölur, sko. En segjum að við séum bara með 1 milljarð á heilafrumum. Ok. Og við skulum ímynda okkur að ég ætli núna að fara að velta því fyrir mér hvort að hvað ég ætla að kjósa. Ég Bandaríkjamaður og ég ætla að velta því fyrir mér hvort ég ætla að kjósa demókrata eða repúblikana núna í haust. Frambjóð forsetaframbjóð, í forsetakosningum. Það verða forsetakosningar í haust í Bandaríkjunum og ég að velta því fyrir mér hvort ég ætla að kjósa repúblikana eða demókrata. Bara make a pick. Og 600 milljón heilafrumur segja demókratum. 400 milljón heilafrumur segja repúblikanum. Svo ég ákveð af því ég kollektífið af öllum þessum heilafrumum, ég ætla að kjósa demókrata. Allar 400 milljónirnar í hægri hendinni öskra samsæri, þið eru illir. Fattaru mig? Við getum alveg eins tekið þessar 7 milljarða fólk sem talið að búa á jörðinni í dag og sagt þær eru allar heilafrumur í einhverjum einum huga í sólkerfinu sem að taka fullt af ákvörðunum en reiðir sig á þessar heilafrumur til þess að velta fyrir sér hlutum. Og þetta módel eins og rússneska matrúskudúkka. En ég enda alltaf á einum veg. Hvar þessi alheimur? Ég get ekki einu sinni farið út fyrir jörðina, hvað þá sólkerfið? Og allar hugmyndir mínar sólkerfið og alheiminn eru alveg jafn sannfærandi eftir því hvort ég trúi á demantajörðina eða svarthol eða ljósbrotamælingarnar. Ég meina, mér sagt að þessu 4 ára ferðalag til Alpha Centauri. Það sólin sem á að vera næst okkur. En af því að ljóshraðin misbreytilegur og algjörlega afstæður, þá eru allar fjarlægðamælingar í alheiminum út í hróa hött, því það enginn þeirra áreiðanlega. Ekki nóg með það, vísindin sem eru svo traust og altruistik og hlutlaus og ekkert samsærin í þeim, þau bara breyta mælitækjunum. Eftir því, já, ljóshæri þarna, já, núllstillu mælitækin. Heyrðu, allt í einu frís, allt í einu hættir vatn að frjósa við 0 á Celsius og vera að frjósa við -3 á Celsius. Nei, það er greinlegt að öll mælitækin eru röng. Við þurfum að endurstilla öll mælitækin. Hvar veruleikinn? Já. Frekar að segja, það eitthvað í gangi, allt í einu frís, allt í -5. Að segja, við erum ekki með complete mynd af veruleikanum. Við erum búin að sannfæra okkur að við séum með complete mynd af veruleikanum. Það bara eins og með tommustokk, hann mælir ólíka stærð í -25 gráðum og +25 gráðum, Obviously. Nú erum við við náum svolítið að halda línunum, en hlustendur okkar eru alveg út á túnið, Gott, það.
Ég þarf aðeins að útskýra. Já, ég meina, við erum að stuða hugsun, en nú eru 2 tíkur að reka á eftir því að komast að pissa. Já, við förum að slutta, en það eins og sko ef að ég segi tómustokkur mælir alltaf rétt, þá það satt á meðan ég segi það, sko. Og ég get mælt þennan daginn hugsanlega nokkuð nákvæmt mál, sko, og það kannski 20 gráði hiti þegar ég að mæla. En þessi fullyrðing minn að ég sé alltaf að mæla rétt stenst ekki ef ég að mæla í mínus 25 gráðu frosti. Þannig að sko, menn rugla þessu öllu saman í eitt grautarpott og kyngja svo bara öllu ógeðinu sem eitt og sama fyrirbærinu, sko. Það ólíkt að ræða. Sko, við erum í raun að þreifa á þessu gefðu mér eitt kraftaverk og hluta, sko. Og af því að við báðir vitum hvernig sannaður restina fer fram, sko. Það eru alls konar túlkanir og þú gefur forsendur og það þekkjum við bæði í trúarmálum og í þessum vísindatrúarmálum. En það sem við erum kannski að reyna að þreifa á gefðu mér þennan eina sannleika að við erum að reyna að ná einhverju tökum á honum, sko. Hvað mikið af því blekkingar og hvað mikið af því hugsanlega raunveruleikur að velta þeim steinum eitthvað við, sko. En að ræða mælitæki eða tómustokkin í þessum hitastöðu, það bara önnur umræða, sko. Já, og náttúrulega skemmtileg umræða líka, sko, en hérna, því að, þú veist, alveg eins og bara með mínus plus, ég meina við vitum að þegar það frýs, þá ákveðið samdráttur sem fram, þannig að mælitæki dregst saman, en veruleikinn sem mældur dregst líka saman, sko. Já, þetta sem að mæla, við erum komin inn í quantum physics aftur. Já, þetta því mælda og sá sem mælir. Já, en sko dauðasyndin hjá vísindakirkjunni eða vísindatrúarhópnum sko að þeir hoppa alltaf yfir eitt stig, sko. Þetta eins og ef við snúum umræðinu við að þeir segja, já, Guð ekki til, þú getur ekki sannað að Guð sé til og ég segi, ég hérna með mælitæki alltaf þegar þessi mælir hreyfist, þá það Guð að tala við mig eða ég get sagt að Guð 3 metrar og 30 sentimetrar. Já, en í rauninni skiptir, sko, það segir nú í gott svil, Guð alveg saman hvort fólk trúir á sig ekki, en það ræður hann þegar upp við stæðir, sko. Það skiptir hann einhver máli hvort þú trúir á hann ekki. Hann hefur meiri áhuga á því hvaða gildum þú ferð eftir, hvaða aðferðum þú beitir. Já, og sama gildir þetta fyrsta kraftaverk í vísindakirkjunni að það kraftaverk einhvern veginn svona hlutlaust og verður alveg sama, en það sem ég kannski reyna að benda á að þetta fyrsta kraftaverk í öllum vísindunum sem þeir slepp alltaf að útskýra sama elementið og Guðelementið, sko. Það engin eðlismunur þar á, sko. Ég alveg sammálaður og mér finnst þess að bara mjög gott að nota Big Bang pælinguna með þetta. Þú veist ekki hvort Big Bang var til eða ekki, það þeóría. Það ekki til nein mæling sem sýnir fram á að Big Bang hafi farið fram eða ekki. Það allt saman þeóría og það hins vegar búið að smíða mjög fullkomin módel af líkindaútreikningum til að sýna fram á að líklega hafi þessi hugsanlega í veruleiki farið fram. En það ekki til nein fullnægjandi kenning það hvað utan við alheiminn, hvaðan þenst lengi út, hvort hann muni draga saman, hvað var til á undan honum, úr hverjan varð og meðan og allur veruleiki sem utan við gufuhvolfið mældur út frá ljósbrotsmælingum sem eru mjög veffengjanlegar, mjög auðveldlega veffengjanlegar og það hægt að byrja á því með til dæmis að tala ljóshraðan, hann mjög útreiknanlegt fyrirbæri til að sýna fram á að allar mælingar stærðir í geimnum eru rangar og að afstæðiskenningin sjálf beygð á ljóshraða sem ekki mælanlegur, það ekki til nein aðferð, áreiðanleg aðferð í okkar veruleika hérna í jörðinni til að mæla ljóshraðan áreiðanlega því að hann þess eðlis, ég búinn að dokka þetta, það mjög auðvelt að sýna fram á þetta. Við getum nefnilega ekki mælt 360.000 kílómetra vegalengd og ef að ljósið fyrir eina sekúndu að fara þessa vegalengd, þá höfum við ekki neina aðferð til að mæla þennan hraða. Þú veist, hvað jörðin breið? Við getum ekki mælt þetta og hérna
og við höfum engan sjónarhól, áreiðanlegan sjónarhól til þess. Þetta allt saman líkindútreikningur, en meðan alheimurinn eins og hann meðan við vitum ekki hvar hann byrjar að endar, hvorki í tíma né rúmi, meðan við höfum enga áreiðanlega mælingu til þess að rýna í það, meðan að allar pælingar það, hvort sem það secular science eða spiritual science, meðan við höfum enga áreiðanlega aðferð til að nálgast það annað en huglæga vitund eða skynjanlega vitund, þá þetta allt saman byggt á trú. Og öll trú sannfæring eitthvað sem þú getur hvorki sannað né afsannað og byggir síðan ideológiur eða hugmyndakerfi ofan. Veist, þeir sem að horfa á okkur í kvöld og að pæla í þessum hlutum, þeir þurfa að fara í gegnum allar eldri djúpkafanir til þess að sjá hvað við erum að pæla. Við erum hérna komnir í djúpkofun 909, þeir þurfa að fara í djúpkofun 101. Já, ég veit. Veist, you have to catch up. Já, en það einn munur á vísindatrúnni og guðstrúnni að vísindatrúar mennirnir eru svo miklu ræsnar að þeir lýsa trú sinni sem staðreyndum, en guðtrúar hreyfingarnar segja þetta eru trúarbrögð, þú þarft að trúa. Já. Ef það búið að sanna eitthvað fyrir þér þá það ekki lengur trú. Já. Og og það að því leitinu til meiri heiðarleiki í trúarbrögðunum. Af því að þeir flest trúarbrögð segja þetta, þú þarft að trúa á Guð. Það í raun ekki hægt að sanna hann fyrir þér. En trúarbrögðin segja þú þarft að trúa á það sem ég segi þér. Og það séu staðreyndir og þetta ekki trúarbrögð. Nei, ég myndi gera eina greiningu þarna á milli, bara eina smá breytingu, að greina á milli trúarbragða annars vegar og trúmanna hins vegar, trúaðs fólks hins vegar. Það þess að trúarbrögð, í mínum huga, nú ég trúar, ég held að það viti það nú allir, ég fyrirlít öll trúarbrögð, jafn mikið algjörlega. Ég aðhyllist engin trúarbrögð. I am not into religion, I am into faith. Nákvæmlega. En það svo erfitt að segja þetta á íslensku, því það svo mikið af fólki sem að jafngildir trú við trúarbrögð, en svo ekki. Í mínum huga vísindin jafnmikil trúarbrögð eins og hindúismi. Og en trúað fólk bara fólk sem trúir á eitthvað. Já. Sumir trúa á ekkert. Sumir trúa að sé ekkert yfirskilvillegt, ekkert metafísist til. En það trú... Það trú á að ekki sé til neitt metafísist. Já, þetta einmitt hárrétt hjá þér, að religion og faith eru tveir ólíkir hlutir, Religion kerfisbundin skattapíninga pælingar. Þú ert að byrja með þess að ná að heila þú mig með þessu. Skattpíningar, skattar eru Glæpur. Glæpur, já. Skattekja með valdi. Trúarbrögð eru skattheimtu rakettering, en faith sannanlega jákvætt fyrirbæri fyrir mannfólk og það hefur meira sé að rambast til þess að sannast vísindalega að þeir sem að taka placebo þeir læknast stundum meira heldur en þeir sem taka lyfin. Gyðingar trúa því að þar sem það sé óvefengjanleg staðreynd að Móse leiddi fólk í gegnum Rauðahafið og Guð birtist honum á Sínaí, þá sé gyðingatrúin sannleikur. Og kristnir menn trúa því að þar sem að það sé óhrekjanleg staðreynd að Jesú hafi verið reistur frá dauðum á þriðja degi, þá sé það sannleikur. Og svona væri hægt að fara gegnum öll trúarbrögð og enda á bæði aþeisma og vísindum. En það eitt sem svolítið áhugavert, að Big Bang-kenningin og sköpunarkenningin lýsa nákvæmlega sama veruleika, nema annað þeirra segir tilviljun gerði þetta, hinn segir
skapandi hugsun gerði þetta. Og það sem svolítið merkilegt og það þannig sem ég svolítið sé þetta að þeir sem aðhyllast ideológíur, það segja hugmyndakerfi og sem er líka annað orðið yfir egoisma. Þannig að egoið hugmyndakerfi hugans, hugmyndakerfi heilabúsins, sem meitlar bara eina vitund, mælanlega vitund inn. Þeir eru allir í þessum mælanlega veruleika. Og slíkir eiga mjög erfitt með skapandi hugsun. Sjáðu, það búið að taka hérna út skapandi vilja og setja inn í meitlaða tilvilja. Þetta svarthvít. Þetta þessi diametrically two-dimensional flati veruleiki sem við vorum oft að tala í fyrra. Og þarna sem ég sé gólemið. Þetta er carbon-based lifeform. Þú ert búin til af jörðu. Af jörðu ertu komin, af jörðu munt aftur verða. Þetta er carbon-based lifeform. Gólem er búið til úr grjóti. Carbon-based, úr dufti, úr mold, úr jörðinni, úr jarðneskum efnum. Það er það sem gólemið er. Það er bara, nema það er hreyfanlegt. Nema það er búið að missa sín skapandi vilja. Það er búið að missa ímyndunaraflið. Það er búið að missa tengsl við þessa sálarvitund sem ég svo heillaður að. Við talum náttúrulega mikið sál. Og það er þarna sem við erum komnir inn í munin á skapandi huga, frjáls vera, sem er alveg frjáls. Hún er ekki háð neinum mælanlegum veruleika. Hún er bara háð, hún er ekki einu sinni háð veruleika, hún er veruleiki. Ég sjálfið er vegurinn sannleikurinn í lífi. Þetta er ekki einfalt. Þetta er ekki bara sára einfalt. Do you see the light? Það er alltaf trúboðið, sko. Það er stóri partur. En þú sérð líka vísindi sveigjast eftir styrkjum og rannsóknarstyrkjum og tryggingarlyklum, sko. Þannig að ef að vísindi væru hlutlaust fyrirbæri þá myndi slíkt ekkert hafa nein áhrif á það, sko. Já. Ég meina það er vitað mál að öll læknavísindi samtímans í dag eru meira að minna til orðin í ávísunarheftinu hjá John D. Rockefeller fyrsta og eru ennþá í tékkheftunum hans. Já. Þetta er bara vitað, þetta er bara svona samsæriskenningar 202. Já. En það er eitt sem að vísindatrúarmenn og religious, kirkjunartrúarmenn eiga sameiginlegt að þeir eru óbóðslega miklir dónar í umræðu svona mál. Meinarðu hverju segirðu? Já, þú veist, fólk, þeir sem eru kirkjutrúar, religion, er ekki hluta faith, eru religious, sko. Og þeir sem eru í þessum vísindareligious hópi, það sem þeir eiga sameiginlegt eru fúkyrði, sko. Já, þetta er fólk sem er inn í meitlaðri, hugsun meitlaðs regluverks. Já. Það er búið að missa frelsi sig, það er búið að missa sína náttúrulega verund. Slíkt fólk er reitt, slíkt fólk lifir í þjáningu og það finnur það eitthvað að, en það er hrætt. Sjáðu bara hvað fólk á erfitt með að sleppa einum veruleika. Manstu eins og ég sagði á hann, ég á mjög auðvelt með að ímynda mér að ég sé bara heilafruma í heilabúi. Ég á mjög auðvelt með að ímynda mér það líka, ég sé bara sálinn sem er að skapa þennan veruleika og allt þar á milli. Ég á mjög auðvelt með að skipta á milli mismunandi veruleika. En það truth sticks, þú veist, að á endanum þá veit ég að ég er. Ég þarf ekki að vita neitt meira, en ég hef gaman af að gera. Og mér er alveg sama hvort ég er að gera með eins og pabbi minn elskaði að smíða með úr spýtum og málmi. Föður af mér líka er úr snillingar báður í að smíða. Ég hef engan áhuga að smíða. Mér finnst það ömurlega leiðilegt. En ég er endalaust að búa til eitthvað hérna inni. Endalaust. Af hverju? Þú veist, af því ég er með smiðin í arf, nema ég hef áhuga á hugmyndasmíði. Já. Ég gaman að því. Ég er þetta gaman að smíða með höndunum líka. En það er nefnilega þetta fólk sem er fast í þessum það er svo hrætt. Já, það er svo hrætt og reitt og
Já, það í hræðilegri stöðu og þess vegna sko hugmyndin Jesú svona umburðarlönd gagnvart fólki sko. Það sko það sem að báðir þessir trúarhópar eiga erfitt með fyrirgefningar konsepti hjá Jesú sko. Mjög. Meitla fólk á mjög erfitt með að fyrirgefa. En það þarf svo mikið á henni mælanlega að halda. Þetta fólk í svo mikil þjáningu og það svo hrætt, ofsalega hrætt og svo erfitt með að horfast í augu við þann sannleika. Ég sagði sannleika. Já, þú þarft ekki að setja dollar í krukkuna núna, en næst. Svefnunarbaukurinn. Næst þarft að henda dollar í PayPalið. Já, ég þakka fyrir það, kom styrkur yfir helgina, smá styrkur. Mjög ánægilegt. En hérna, sko... Það bannaði að styrkja mig. Já, ég tek við öllum styrkjum fyrir hönd Guðjóns og læt hann aldrei fá neitt. Nei, ég vil ekkert, ég geng á Guðs vegum. Það gott. En sko, hérna, eins og ég hef stundu sagt við þig, að það sem mjög dímoniserað vekur mikinn áhuga hjá mér. Akkur hefur það dímoniserað þetta svona mikið? Já, það sömuleiðis, sko. Sama fyrir mér, þá sem sagt fyrirgefningaleysi eða hæfileikinn til að fyrirgefa ákveðin ratar líka sko. Það bendir til þess að fólk sé fast í einhverju svona ógæfu sko. Já, sérstaklega þegar kemur að svona fyrirbærum þar sem fólk sko hatar og dæmir og reiðist yfir hlutum sem jafnvel abstrakt. Þú veist, í rauninni ekki inn í þeirra eigin veruleika, heldur meira svona utan við og þú mátt ekki ræða það, mátt ekki rýna í það. Heldur, þetta eins og þegar samfélagið velur ákveðna dímoniseringa svona skurðgóð, þú átt að hafa þetta fögnum. Og ég segi svolítið, mér sérstaklega hugleikið fyrirbærið barnaníð. Já. Ég held að 30–40% af samfélögum séu fórnarlömb barnaníðs og að það mun ekki finnast heilun á því fyrir en fólk fara að fyrirgefa barnaníð. Þú getur rétt ímyndaðir hvað ég vek mikla reiði tilfinningu hjá fólki við að segja þetta. Þannig að hugsunin óhugsandi, en á bakvið hugsunina, bakvið fyrirgefninguna, farvegur að því að fara að leita að heilun. Ef þú ert búin að fyrirgefa ódæðismanninum, þá getur þú farið að rýna í hvað gerði ódæðismanni og hvað þarf að gera til þess að hann finni heilun, frekar en að samfélag sem í sjálfsvögnum bara að leita að útrás til að refsa einhverjum. Eitt til dæmis með barnaníð og það segir í Guðs vil, barnaníð býr til barnaníð. Fólk sem að, ég ætla að orða þetta betur að segir, barnaníð býr til ofbeldisfólk. Öflugasta og hatramasta ofbeldisfólk, hvort sem menn eða konur, fólk sem orðið fyrir einhvers konar barnaníði. Það verður ekki allt saman að kynferðislegum barnaníðingum. Þú veist, það getur orðið fullkominn manndrápari, það getur líka verið orðið fullkominn predikari sem í því að ramma fólk inn í hugsanarfangilsi. Þú veist aldrei hvernig útrás þetta ofbeldi fær. Ég skrifaði nú heila bók þetta á sínum tíma, óvinsælasta bókin mín. Já, ég held reyndar. Heitir Raunir Kornelíu. Sko, þegar maður í lífinu, þá lendir maður bara í alls konar dæmum, sko. Og við hjónin höfum til dæmis lent hérna í ákveðnum málum sem að margir eru svona vælandi yfir í allt sitt líf að hafa lent í. Og við, þetta voru hlutir sem að voru mjög erfitt fyrir okkur bæði að díla við, en við tókum ákvörðun og ég kom væntanlega með þá hugmynd að pallborðinu að láta þetta ekki hafa áhrif á okkur, sko. Og við tókum bara ákvörðun það að bara þetta búið og við bara, við tókum okkur tíma í að vinna í því og ræða það og byrja þessar múnderingar sem maður gerir
og síðan var bara skilið eftir sko. Og það sem að ég tek eftir í sambandi við sérstaklega svona kynferðisofbeldi og barnaníð, að sko að ef þú lendir í svona, þá getur þú valið að láta þetta eyðileggja lífið þitt, eða þú getur valið að díla við þetta á stuttum tíma og bara skilja það eftir og nefna það aldrei aftur. Og þetta er hluti af andlegu pælingunum í kristna geirunum, að það er að gefa hlutunum líf með orðum þínum sko. Já. Og það er þetta með hugarskeiti andskotans það kom alls konar hugskeiti í hugan sko, og það kom alls konar hugsanir upp í huganum, en samkvæmt þessum þýsis þá er það dauður hlutur þar til að þú segir það sko. Amish fólki vinnur svolítið með þetta. Það var þegar það var fjöldamorð fyrir 5 árum síðan í Amish-byggð. Það var einhver sem labbaði inn í skólahús og skaut eitthvað 10 krakka eða 5 krakka eða eitthvað. Já. Ég man nú ekki lengur smáatriðin, en það þótti umtalsefni að aðstandendur þeirra sem dóu, af því maðurinn sem að gerði ódæðið, hann var ekki drepinn, sko, hann lenti á spítala sjálfur. Hann var fyrir skotaráð, eða hvort hann reyndi sjálfsvíðin, hann lenti á spítala. En aðstandendur barnanna sem hann skaut, þau vitjuðu hans á sjúkrahúsinu, þau gáðu hann fyrirgefningu og þau athuguðu hvað þau getur gert fyrir hann. Og þetta vakti umtalsefni og þeirra nálgun á fyrirgefningu var, sko, að fyrirgefning er vilji. Þú ætlast til þess að sjálfum þér að fyrirgefa, en síðan vinnur þú úr því með opin augun. Það er að þú sekur ekki teppið yfir það, þú leggur það ekki eftir, þú vinnur úr því. Já. En þú ert búin að taka afstöðuna, viljan. En sko, mín persónulega reynsla, því ég hef orðið fyrir það er alveg til fólk sem ég geti orðið mjög reiður út í, sko. Leisti af því, sem hefur unnið mér mjög mikið tjón. Bæði í fyrir stuttu síðan og löngu síðan. En ég hef unnið úr þessum hlutum og fundið fyrirgefningu. En maður tekur viljaskref. Maður ákveður þetta. Þetta er ekki gert með tilfinningum. Þetta er gert með vilja. Já. Og síðan þú metur hvað gerðist, hvernig það gerðist, hvers vegna það gerðist, þetta er mín nálgun alltaf. Og metur síðan, þú veist, hvar það var í tíma, hvar þú ert komin í tíma og hvert þú ert að fara. Vegna þess að, sko, þú getur nefnilega valið að vera í reiðinu og hatrinu og sorginni og hinu óuppgerða sári, og þú getur verið þar árum saman, en þá ertu þar. Eða þú getur farið, en sko leið og fyrirgefur, þá líka skerðu á ákveðin bönd. Sá sem að gerði þér eitthvað, fer ekki með þér þangað sem þú ert að fara. Þú skilur hann eftir. Já, það er það sem og þá færð þú líka ákveðna sjálfsheilum. Þú vex, þú stækkar, þú styrkist, þú verður vísirnari, þú ferð að sjá lengra og þú færð, þetta er svona svipað eins og örn sem að fær stærri vængi. Sko, margir halda að maður fyrirgefi þeir sem að brýtur á manni fyrir brotamannin, sko, en það er fyrir mann sjálfan sem að fyrirgefur og heldur áfram með líf sitt, sko. Algjörlega. En málið er, sko, það að... En þú gefur líka hinum frelsi. Já, ég ætla að reynda, ekki alveg inn í þetta, sko, heldur ætla ég að fara aðeins yfir í þjóðfélagsverkfræðina, sko. Já. Að það er fullt af shit sem gerist, þú veist, fólk er nauðgað og fólk verður fyrir ofbeldi og fólk verður, staðisti ofbeldisgjafinn er valdstjórnin alltaf, hvernig sem það er, en sko fólk verður fyrir ofbeldi og þjóðfélagsverkfræðin er að láta fólk liggja í afleiðingunum sem lengst, sko. Slíku fólki er auðstjórnanlegt. Já, nákvæmlega. Og þess vegna sérðu eins og núna þess vegna ég sagði, sko, þegar það er eitthvað nauðgar að koma sem er gefið út leiðbeiningabúið nauðganir og segist að hafa nauðgakonu á Íslandi og eitthvað svona. Og ég sagði strax þetta er psyop, sko, og menn segja, hvað meinarðu psyop? Hvað meinarðu psyop? En sko, þetta er kerfisbundið til þess að halda fólki í
að velta sér upp úr einhverju sem hefur gerst, sko. Þetta er hugafarsleg og tilfinningaleg girðing. Já, þetta er þjóðfélagsverkfræði og massíft psyop, sko, hernaðaraðgerð. Og þá erum við aftur komin á módelinu hann gólemið áðan þennan aðila sem að lifir inn í mældum veruleika sem einhver annar bjóð til. Já, einmitt. Það er ekki eins og hann eigi Tómas Tók sjálfur einu sinni. Það er hættur að skapa veruleika. Þú tekur vald yfir sjálfur þér. Og ég er mjög heillaður af fyrirgefninguna vegna þess að ég er náttúrulega svo heyri, ég er búin að fara í gegnum einhverja ferla til að læra, þú veist, svo maður hafi lesið fyrirgefninguna náttúrulega bæði í biblíunni og eins líka bara víðar annars staðar. Og eins og ég nefndi þetta með Amish-módelið, mér þótti þetta skemmtileg nálgun, hún er ekkert ósvipuð því sem að, ég er ekki að segja ég sé 100% sammála því sem þeir eru að gera, ég er náttúrulega, veist, ég er búin að fara í gegnum farveg sjálfur. Eins og það heyrir og ég er eiginlega að koma meira og meira að fyrir niðurstöðu að fyrirgefningin sé miklu stærri veruleiki heldur en sé auðvelt að lýsa með orðum. Að þetta er miklu meira powerful tæki heldur en við getum lýst með fáeinum setningum, sko. Já, svo sérðu fólk, sko, klappa fyrir því þegar að þeir sem eru sakaðir einhverja nauðganir að þeir eru bara barðir til dauða af æstum múg eða þeim nauðgað til dauða, þá klappar fólk fyrir því, sko. Og því finnst það að vera gull og gersemi. Já, algjörlega finnst það frábært, sko. Sölvi Helgason. Já, þannig að það eru vísbendingar í mínum huga að þessar tarteringar eru að þrælu virka, sko. Sko manneskja sem ekki á sín eigin sál og ekki sín eigin huga, þú eina sem þú þarft að benda inn á nýjan dímon til þess að halda inn í fanginu og láta hann að fá útrásina. Skiptir engu máli hvort það er bandarísku hermaður sem að fer í heilagt stríð í Afganistan to kill Talibans. Ég var að horfa á Trump-vídeó í gær, sko. Maður er að horfa, það er hinum minn á heiminum, þú ert bara að fá útrás fyrir morðæði sem búið að ala upp í þig. Nay, we needed to kill the bad guys. They were destroying things. Right. Já. Besta lausnin við ofbeldi er ofbeldi, halda sumir. And who destroyed Syria? And who destroyed Iraq? And the list goes on. En akkur bannaðir ekki innflutning á Toyota-jeppum til Íslands? Það er stór hættulegt að keyrum á þessum bílum. Það liggja bara heilu borginnar í rúst eftir þessa Toyota-jeppa. Bara þeir eru hvítir pallbílar. Já, bara þá banna þá. Nei, vegna þess að sko, þess að sagði ég upp að ég veit í rauninni ekki hvað ég á að halda lengur. Sko, við erum að, þú veist, það sem ég er að gera, 20-30 manns fylgjast með því, það sem þú ert að gera 400-500 manns fylgjast með því. Veist, hvað er það stórt brot af, þú veist, það eru 300.000 manns í þetta landinu. Veist, það sem aðrir samsæringar, þú veist, eins og með Alex Jones, hvað segist hann vera með marga fylgjendur? 500.000, eða 1,5 milljónir, 5 milljónir, ég veit það ekki. Þetta er dropi. Veist, ef ég horfi á meginmeilana og horfi á alla þá veruleika sem sko, fólk lifir meira eða minna inn í ákveðnum helvítum. Þetta eru mismunandi rými í ákveðnum svona helvítis veruleika, sko. Veruleiki hell reality. Ekki dami reality. Svona, þú veist, það er eins og fólk lifir í stórum þjáningarýmum. Og það vill það. Það er eins og það sér sjálft að halda svona. Og það, þó svo að þú segir eitthvað sem vekur fólk eitthvað til meðvitundar, það vaknar bara til einhverja nýra svona kvalaherbergja, svona panikherbergja. Já, það er sko... Það vaknar ekki til vitundar þá frjálsu sál sem það er. Þetta er ekki spurning hvort þú hafið sál, þetta er hvort þú ert sál. Því miður þá er Þú Axel ert ekki til, sálinn sem bjóður til er til. Það er einn raunverulega þú. Sálinn er blekking, mannstu. Það er you need to wake up. Ég er andi og líkami. Við erum nokkra djúpkaðanir til þess bara í þetta, sko. Nei, við erum búnir með það. Við erum alveg ósammála með þetta.
Ok. Oh my god. Það varstu búin að gleyma þér, þetta er eitt af það sem við erum alveg ósammála um. Já, ég var búin að segja ég er hættur að telja. Já. Nei, en sko... En Birta er fann að reka á eftir, hún reka aldrei á eftir sem því að hún er alveg að missa sig, sko. Herðu, segjum það bara gott, þetta var alveg frábært köfun, það er greinilega, var búið að safnast upp svolítið ráefni hjá okkur. Já, mjög gott, takk fyrir mig. En horfðu endilega á vídeo, það koma þetta hljóðtruflanir annars smá í millikaflanum. Þetta með rocketið? Nei, ég horfðu í gær á það sem ég ger á Scandinavian Report í gær, sko. Já. Það er alveg bara nýjir þýsesar lagðið fram þar, sko. Nú að því. Já. Nú að því. Ok, ég ætla að fara sinna hundum, það eru fjögur, það er allir. Og ég hveti til þess að gera spennandi vídeo. Ég er alltaf að reyna að hætta. Nei, það er enda sko, það er óbúslega gott þegar þú hættir, þá kemur alltaf tvíeldur tilbaka eftir 2 daga. Ég ræði ekkert við þetta. Ég bara hætti sem oftast, sko. En ég þakka þið fyrir komuna, kæri Guðjón, og við heilsu öllum hundunum þínum og þakka hlustendum fyrir komuna. Og það er kveðja frá Axelsson fjölskyldunni hérna í Svíþjóð. Já, takk fyrir mig. Já, bless. Já, takk, bless. Og þakka ykkur öllum fyrir komuna og minn ykkur á að styrkja allavega mig. Guðjón vill ekki mikla styrki, heyrðis mér. En ég get þegið svona 1 bíómiða frá hverjum á mánuði, kannski, eitthvað svoleiðis. Það væri æðislegt minnstur. Ég hef líka sagt ef að menn vilja auglýsa hérna, ég get sett auglýsingarinn sjálfur, sko, eða kynnt eitthvað eða gert eitthvað sniðugt. Og endilega tjáið ykkur ef það er eitthvað sem er ósammála með eitthvað slíkt. Og þið megið líka melda ykkur inn ef að þið viljið vera með í umræðum með eitthvað slíkt. Við getum alltaf skoða það í einhverju samhengi. En takk fyrir komuna og góða nótt.